Það komið sæl, Sýnir Egils heilsa. Þátturinn verður fjölbreyttur, margir góði gestir. Í seinni hluta þáttarins koma til okkar Guðrún Jónsson hagfræðingur, Jón Þórisson arkitekt og Þorvaldur Lóðsson sagfræðingur og við ætlum að ræða hrunið, hvað við höfum lært af því og hvað við breyst eftir hrun og hvað það var sem hrundi. Það er hrundagurinn náttúrulega. Já, það er hrundagurinn í dag. Og til hamingju með það. Já, til hamingju með daginn. En við ætlum að byrja samt svona í pólitík dagsins. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir og Viðar Þorsteinsson, fræðslu og félagsmálastjóri Eflingar. Ekki fjármálastjóri, sko. Nei, ég leiðrétti mig. Ég er rétt náði því. En verið öll velkomin. Takk. Byrjum aðeins að kíkja inn í gluggann hjá VG. Þórhildur Sunna. Hvað nýr formaður? Já. Heldur þetta bjargið þeim? Það er ekki gott að segja. Ég held að fara svolítið eftir í hvenær verið kosið, undir hvaða kringumstæðum og alls konar svoleiðis. Mér finnst nú líklegt að þau ná inn á þing, en hvort það verði þá svipað og Samfylkingin 2016 með 3 og 1 kjördæmakjörin, eitthvað svoleiðis, miðað við þessar tölur, en svo eru þetta fylgistölur alltaf bara svona viðmið og VG hefur það sér til stuðnings að vera flokkur í ríkisstjórn og hafa náð ágætum árangri síðast og ef þau halda rétt á spöðunum og bíða fram á næsta ár þá fá þau aftur ágætis útborgun frá ríkinu sem gefið þeim frekar digra kosningasjóði sem er ekkert endilega í takt við þessar kannanir. Þannig að þau hafa alveg svona hin og þessi tækifæri til að ná vopnum sínum. Já, en finnst þér ekki skrítið að Svandís og Guðmundur Ingi eru 2 af 3 ráðherrum sem hafa setið í þessi 7 ár og afleiðingarnar eru þessa eða dómur kjósenda verið störa þessi að þau séu valin til að drífa flokkinu upp aftur. Er það ekki skrítið? Jú, en þá kannski hljótum við að spyrja bara fólki í VG hvort að þeim hafa ekki fundist neitt annar kostur ákjósanlegri. Þetta eru þetta reynslu mikið fólk í stjórnmálum og mögulega er það þess vegna. Svandís eru þetta yfirmáta flinkur stjórnmálamaður þótt að það hafi látið á sjá á fylkinu og hún er svona farin að tala aftur eins og VG talaði þegar þau voru í stjórnarandstöðu sem að við höfum auðvitað saknað allan annan tíma sem þau hafa verið í stjórn. Mögulega virkar það fyrir þau, ég veit það ekki, að svona endur uppfinna sig. En það er ákveðið svona tækifæri samt fyrir þau eftir að Katrín er farin út að einmitt gerast aðeins róttekari og verða aðeins erfiðari fyrir samstarfsflokkana og sjá hverju það skilar. Ég skal ekki segja. Bryndís, flokkur þinn, sjálfstæðisflokkurinn, hann stendur nú ekkert vel í könnunum, bara aldrei sé neitt þessu líkt. Er óróin í vinstri grænum ef það verður þess að verið kosið fyrr en seinna, er það ekki óhentut fyrir ykkur? Þurfum við ekki tíma til að safna liði og kröftum? Ég lít nú þannig á að sem stjórnmálamæður þá þarf maður bara alltaf að vera tilbúin í kosningar. Og ég kom inn á þing 2016 og var þá að koma úr sveitarstjórnarmálum þar sem að kjörtímabilin eru auðvitað bara fast 4 ár og ég hef sagt svona í smá gríni, ég átti vona á því að ég væri allavega að fara í 4 ára gig. Ári seinna sprakk ríkisstjórnin og þá að fara í kosningar. Og maður bara átti að segja á því að það er bara svoleiðis, þannig er bara þessi vettvangur. Og þannig að ég sem stjórnmálamaður og stjórnmálaflokkur í minn sjálfstæðisflokkurinn er alltaf tilbúin í kosningar. Það er bara þannig og væntanlega eru við erum jú stærsti flokkurinn og við eigum mjög sterkt bakland og kunnum að fara í kosningar. En hefur það ekki látið á sjá? Nei, ég vil nú ekki meina það. Nú hef ég haft tækifæri til að vera mitt að fara kjördæmi mitt og hitta fólk og það er baráttuhugur í okkar fólki. En hitt er alveg rétt sem þú segir og það er auðvitað mjög mikil óánægja með það sem er að koma út úr könnunum. Og við tökum það til okkar. Það er bara algjörlega ljóst. Það er engin sáttur við það. Það er engin sjálfstæðismaður sem telur að við eigum að vera í þessum lágu prósentum. Við eigum miklu meira inni. Og það er þá verkefni í næstu vikna.
Verður skipt fórystu? Við munum allavega kjósa fórystu á landsfundi okkar eins og við gerum alltaf og mér finnst alveg blikur á lofti hvað það varðar. Ég meina Bjarni hefur allavega ekki gefið neitt ákveðið út og hann auðvitað búin að vera mjög lengi og jú, við heyrum það ákall alveg, það heyrist alveg. Þannig að það eitthvað sem á eftir að skýrast á næstunni. En sko ég hef samt ennþá trú á því að það sé skynsamlegt að þessi ríkisstjórn klári ákveðin verkefni. Stærsta málið auðvitað efnahagsumhverfi okkar og vextir og verðbólga og þar erum við að sjá jákvæð teikn á lofti. Verðbólgan að lækka, vaxtalækkunarferli Seðlabankans hafið. Þetta nú bara hænufett, við vitum ekki hvað verður svo. Nei, þetta hænufett en ég meina í rétta átt. Já, það þannig og það skiptir máli. Og ég hefði ákveðnar áhyggjur af svona þeim losara brak sem að verður á ef að ríkisstjórnin springur bara á morgun og það verður bara boðið til kosninga og við þurfum að fara semja fjárlög hér ekki bundin af einhverjum ríkisstjórnar samstarfi eða slíku. Ég hefði áhyggjur af því að það hefði neikvæð áhrif á það ferli sem hafið núna. Þannig að mér finnst skynsamlegt að við klárum svona þessi verkefni sem að eru beint fyrir framan okkur á borðinu, það efnahagsmálin, það hafa verið nefnt líka útlendingamálin í þessi samhengi og þá ég ekki bara að tala um verndarmálin, heldur þessi aðgerðaráætlun sem ríkisstjórnin hefur komið sér saman Það annars vegar að taka á svona verndarþættinum og þar þurfum við alltaf stöðugt að vera að fylgjast með því hvað að gerast í kringum okkur og hvernig við að bregðast við. En svo rosalega stórt verkefni sem býður okkur í samfélaginu, hvernig við erum að taka á móti því fólki sem hér býr. Inn í skólunum okkar, kenna íslenskuna og þessi inngildingu öll og það eitt af þessum aðgerðum. Svo eru þetta orkumálin, þannig að ef ég segi svona 3 og ég verð að bæta við því sem að fer ekki mikið í umræðinni en tengist mér sérstaklega sem formanni allsherjar- og menntamálanefndar og það eru skólamálin. Og það eru þessi frumvörp sem að Ásmundur Einar að koma inn núna og eru svona þessi fylling á miðstöð menntunar og skólaþjónustu og þar eru að tala um námsmatið, svona samræmda námsmatið, við erum að tala um námsgögnin og svona skólaþjónustu. Þú kemst að aftur, við möttum að sitja hérna svolítið lengi. Svo áður ég gefið þér í orðið, þú vilt gera ykkur athugasemdir? Já, ég vildi bara koma því á framfæri að ég er að átta mig á því og vissi það eflaust að við Bryndís erum jafnaldrar í pólitík á þinginu og komum báðar inn árið 2016 og það rifjast upp fyrir mér að það ár vorum við ekki með ríkisstjórn þegar við vorum að vinna fjárlögin og við höfum alltaf litið svo á að þetta hafi raun verið bestu fjárlögin sem við höfum tekið þátt í. Okkur fannst það ganga bara mjög vel án ríkisstjórnar. Já, og það gekk reyndar alveg ágætlega. Og þetta var í eina skiptið sem ég veit til að Landspítalinn hafi ekki þurft að starfa í halla eða vanfjármagnaður þetta ár. Þannig að ég held að það sé alveg ákveðni kostur í því að það sé ekki starfandi ríkisstjórn og samt verði að klára fjárlög. Það bara ákveðin skylda sem hvílir á þinginu sem fer með fjárveitingavaldið. Og því oft svona hent fyrir róða, það voðalega gaman að kenna okkur einhverjar vanfjármagnun en svo þegar kemur að því að hlusta á hvað okkur finnst og þá það annað mál Þannig að ég held að það í sjálfu sér sé ekki vandamál að því sögðu að þá sé ég ákveðna kosti í því að kjósa í vor einfallega vegna þess að það hefur alltaf verið hefð fyrir því og það virkar ágætlega varðandi fjárlög ríkisins svona heilt yfir að gefa nýrri ríkisstjórn tíma til að setja sig inn í málaflokka og eitthvað svoleiðis og það hefur ekki reynst vel að kjósa hausti, finnst mér en það gríðarlegu freistnivandi hjá hverju ríkisstjórn að setja náttúrulega út allt kjörtímabilið og vera ekkert að snúa þessu við þannig að ég sé svona ákveðið tækifæri, ákveðin leikaborðið til þess að koma okkur aftur á réttan stað þegar kemur að kjörti. Að kjósa vorið. Viðar, kjarasamningar sem þið gerðuð með annara þeir eru svolítið bundnir ríkisfjármálunum og ríkisstjórn. Já, það mitt. Og í þessari pólitísku óvissu sem heldur þessi ykkur hægt á að ríkið get ekki staðið við það sem sagt var? Nei, ég hef nú kannski ekki, sjálfs ekki stóra ágjörð því. Ég held að þær skuldbindingar sem gerðar eru náttúrulega bara, þær standa á forsendu ákvæði kjarasamningana, þetta bara standa á og það farin sú leið að vera með forsendu ákvæði í kjarasamningunum einmitt til þess að vera með varnir gegn því að sjálfsögðu og hefur allt gengið eftir? Snúast vindar í stjórnmálunum. Hefur allt gengið eftir
eins og ég meina vænst var? verðbólgan hefur náttúrulega ekki farið eins hratt niður og vonast var til og ekki vextinir heldur en þeir eru byrjaðir að gera það núna í svona þessum hænu skrefum og við verðum auðvitað bara fylgjast með og ég held ég geti nú bara sagt eins og hérna félagar mínir hér sko að það er eins í sko verkalýðsbaráttunni þó að við séum búin að gera langtíma kjarasamninga þá þurfum við alltaf að vera tilbúin að fara aftur á stað, skiljið alveg eins og þeir eru að segja með kosningar, það geta komið hvernig sem er og við tökum það mjög alvarlega að vera með þessi forsenduákvæði, það þýðir fyrir okkur að við erum tilbúin að mobilisera þegar og ef kemur að því, þannig að já. Smári, hvernig líst þér á þetta? Með VG? Já, byrjum þar, þeir eru svona... Ég mér þetta ekki vera mikil endurnýjun í forustunni, ég myndi halda flokkur sem er komin í þessa stöðu ætti að endurnýja sig, en kannski bara ekki endurnýjuna kraftur í þessu flokki. Það er vandamál í mörgum flokkum, þótt þessu komnir í vonda stöðu. Ég held að þessi sömuleyti vandamál Sjálfstæðisflokksins. Það er búið að vera held í öllum ljóst, kannski verður það fólki utan flokkana ljóst fyrr, áður að það verður svona öllum ljóst inn í flokkanum. Það bara eitthvað hefur runnið sitt skeið, nú er komið tími á að gera eitthvað nýtt, treysta öðru fólki fyrir fórustunum vegna þess að fólki sem hefur leitt flokkin hingað til hefur leitt okkur út í einhverja mýri. Sem á við alla stjórnarflokkana reyndar. Ég var að dunda mig við það daginn að því að mér þessi áður en þessi prósentkönnun kom sem að sko samanlagt fylgi stjórnarflokkana komið niður í 20%. En ég er svona 30% svona. En það er allt í lagi að því að maður er með svona meiri samfellu í Gallup og maskinu, þá var ég að skoða sko, hvað þessi ríkisstjórn hefur tapað mikið af fylgi á kjörtímabilinu og það voru 27, eitthvað prósentustig, það eru meira en 50 þjóðarinnar sem eru yfirgefið þessa flokka á kjörtímabilinu. Við höfum séð þetta áður hérna 2009-2013 og þá var það eitthvað tæplega 25%, þannig að það er meira fall núna. Og ef maður veltir fyrir þessum tveimur stjórnum sem hafa algjörlega mist sko traust þjóðarinnar og við munum það alveg, það var þannig með vinstristjórnina, hún bara náði engu fram og hún var satt 2 árum lengur en hefði átt að gera og ég held að það sé sama sem eigi við þessa og þegar verið að tala þess núna fjárlögin, það verið gott að vera ríkisstjórn til þess að með fjárlögin sem eru lögð fram eru bara á autopilot, það er ekkert í þessu fjárlögum, þú veist, embættismennin getur bara lagt fram þessu fjárlög, þannig að við þurfum ekkert að hafa þetta fólk á þingi út af fjárlögunum því að þau muni ekki ná að koma inn fjárlög það sem er einhver stefnubreyting í einu eða neinu. En það sem þessar ríkisstjórnir eru núna bara eitt sameiginlegt, það er bara einn ráðherra sem satt í þeim báðum, það er Svandís. Já, vinstri stjórninni. Já, og svo hitt var það Katrín. Þannig að mér finnst skrítið þegar að vera að tala sko, auðvitað, er Svandís sko skemmtileg manneskja og spönk í henni og mörguleitið aðdáunarverð. En þú veist, ef maður horfir á sko stjórnmálaferil hennar, að þá hún situr í 2 ríkisstjórnum sem eru bara disaster og hún er búin að vera aðal klappstýranna á leið Katrínar Jakobsdóttur út í einhverja mýri með hennar flokk og svo hefur við bara trúað því að hún kom allt inni fram og sé eitthvað svona ný Svandís og við höfum bara, þetta er eins og í Dallas maður hefur bara gleyma síðustu 5 árum og Bobby allir ekki tilbaka og einhver annar sögur þegar það byrjar allt inni. Ég held þetta, ég veit ekki hver að það kaupa þetta. Það mun samt alveg virka fyrir suma. Bara það sem er inni, þetta er bara friðþæging fyrir þessi 2% sem er ennþá styðja flokkin. Það var bara 2%. Má ég aðeins kommenta á þetta með VG? Já, endilega. Sko, það búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með vinstri grænum og sérstaklega fyrir mig sem sko vinstri mann, þú veist, ég hef ekki aldrei verið í vinstri grænum en ég hef alltaf litið þannig á maður eigi eitthvað sameiginlegt með fólkinu þar, sko, þegar maður er vinstri maður og svona. En í þessari löngu stjórnarsettu tíð sem að Katrín leiddi þá hefur flokkurinn alltaf bara breytt rosalega mikið pólitískan karakter og maður farin að velta fyrir sig bara hvers konar flokkur er þetta í raun og veru. Og mér finnst flokkurinn vera orðin eiginlega meira sko eins og bara eins og til dæmis þýsku græningjarnir eitthvað svoleiðis. Þetta er orðin svona frjálslyndur svona grænkapitalista hernaðarsinna flokkur í raun og veru, skilur við. Ég vildi eiginlega óska að væri þannig sko, því að ég upplöðu þessi mikið vinstri flokk sko, vinnandi með þeim. Já, maður hefur heyrt þetta svolítið frá ykkur sjálfstæðismönnum sem er áhugaverð. En já, nei, ég held að þetta sé svolítið svona karakter, þú veist, flokksins og ég held að þetta miklu leyti svona þessi kannski grassroot sem á einhverjum tímapunkti var þarna,
þú veist, og maður fyrir lengra aftur í söguna, hérna í tímann í fyndinni var til dæmis verkafólk og lánunafólk var í þessum flokkum og kaus þá, skilurðu, það er alltaf löngu farið. Og eftir situr svona mestmegnis kannski einhver svona ákveðin svona millistéttar elíta sem að kannski var þarna tíma út af því að það var þarna á forsendum einhvers konar hugsjóna eða einhver slíks. En ég held að það sé bara líka alveg farið úr þessum flokki. Það er í raun og veru eftir mjög svona þunn skel fólks í kringum þessa svona toppa innan flokksins. Þetta er bókstaflega, þú veist, fólki sem var að vinna í ráðuneytunum, bara hjá Katrínu og þú veist, það fólk er bara komið í staðinn fyrir grassrótina eða aktivistana, þú veist, í flokknum. Þannig að svo er núna komið á þennan stað að það er fyrir að spyrja sig, sko, hver á nú að koma og endurnýja, maður spyr sig almáttugur, hvaðan á það fólk að koma? Þú veist, það er ekkert fólk eftir í Vinstri grænum. Þú veist, það er ekkert ungliða starfaninu viti eða... Hún ætlaði að fara í formannsframboð. Hún er náttúrulega með þessa tillögu að slíta stjórnarsamstarfinu sem við komumst að mjög fljótlega. En ég meina, mér finnst það bara fullkomlega rökrétt að Svandís einmitt bara farið þarna. Hún var bara next in line og ég meina já, og þó hún hafa sjálfsögðu verið þáttakandi í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, þá hún samt aðeins svona farið meira með löndum. Hún hefur ekki verið svo sem hefur verið ræst út til þess að svara fyrir öll ósköpin og svo náttúrulega hefur hún þetta hvalveiðimál svona undir sínu belti, þar sem að hún auðvitað getur komið og sagt, ég meina ég er þó að minnsta kosti sú sem reyndi að standa upp í hárinu og Sjálfstæðisflokknum í þessu ríkisstjórnarsamstarfi þó að það hafi svo auðvitað verið stjórnsýslulegt klúður og allt það, en ég held að hún geti svona aðeins hangi á því. Þannig ég held að sko það sem að Svandís ætlar sér að gera er að reyna að sveigja svona aðeins aftur núna tilbaka frá þessari svona vegferð að breyta flokknum basically í svona eitthvað eins og þýsku græningana og að reyna svona að setja aftur á sig, þú veist, þennan hatt, þú veist, við erum vinstri flokkur og tala bara þú veist, það eru kvenréttindamálin og það eru umhverfismálin og allt þetta og ég held að henni muni alveg takast að svona, þú veist, kalla til sín aftur svona kannski eitthvað af þessu gamla fylgi, alveg eins og reyndar hinir flokkarnir muni gera líka, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn muni alveg eiga eftir að bæta við sig, vegna þess að fólk sem að í könnunum núna segist ætla að kjósa Miðflokkinn eru auðvitað bara svona sjálfstæðismenn sem eru að svona láta í sér heyra til þess að reyna að... Já, mér þátt sem að Björn Leví tók sama með Sigmund Davíð, hann situr við hliðina á honum í þinginu og hann segir að það sé svo mikið lán að því þá hafa meira pláss að því að Sigmundur sé svo sjaldan og svo tekka hann líka á mætingum hans á nefndafundi og það var alveg kapút sko. Og þannig að ef það leiðin að þess að fá 20% fylgi... Það á nú við fleiri leiðtoga þinginu sko, þeir eru og lítið þar, þetta er svona, þeir eru meira út af við að tala við kjósendur og miklu minna innan við í vinnunni. Hverju? Bara fólk í framvarasveitinni. Kristrún býst í við. Hverjir eru á fundum. Fólk sem náttúrulega upptekið við að bara í kosningabaratu. Það er upptekið við að afla fylgis, frekar heldur en endilega vera mikið í nefndavinnunni og við höfum oft verið skömmu í raun fyrir það af einhverju fólki sem er að ráðleggja okkur að við séum alltaf duglega að mæta í vinnuna og svona. En mér langaði samt sko ekki tala um það heldur með þetta varðandi VG sko. Það sem maður kannski gleymir svolítið í umræðinu VG og hvers vegna Svandís ætti að halda áfram og eitthvað svona er sko að upplifun þeirra sem að eftir sitja að minnstakosti og ég veit að þetta er upplifun forystusveitarinnar í VG er að þau eru í ákveðnu skaðaminnkunarstarfi gagnvart Sjálfstæðisflokknum í þessari ríkisstjórn og það hefur bara komið skýrt fram í viðtölum við Katrínu Jakobsdóttur að sko eftir vinstristjórnina sem þú minnist á Gunnar Smári þá tók við hægri stjórn sem að bara flippaði öllu sem vinstri stjórnin gerði og sneriði bara öllu við með þetta samme og upplifunin eftir það var að það þýði ekkert að reyna að koma á einhverjum breytingum ef Sjálfstæðisflokkurinn er ekki með í þeim. Ég held að það hafi líka tekið töluvert á að hafa Sjálfstæðisflokkinn í stjórnunarstöðu en það geta verið mikil áskorun skulum við orða í stjórnunarstöðu. Já, ég minna bara vinna þá vinnu. Já, og ítök Sjálfstæðisflokksins auðvitað líka bara í embættismannakerfinu og svona. Já. Djúpríkjum. Þannig að sko... Sterkir í fjölmiðlum. Það sem að mér hefur mjög endurtekið fundist koma fram er að fólki sem er í VG núna, það telur sig vera að fórna sér fyrir málstæðin. Það er að mýkja þær ákvarðanir sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi annars taka. Og þau segja að þetta líka mantraðir að allar ríkisstjórnir eru betri ef þær eru með VG innanborðs. Og trúa þessu. Já, og trúa þessu. Þetta er sama orðræðan og var fyrirgefið bara að rifjað upp í sambandi við Icesave, því kannski munið eftir því, þá var einmitt þetta við værum að fórna okkur eins og Jesús á krossinum.
Ég var blessunulega stödd í námi í útlöndum að meðan að þetta gekk allt yfir. Þetta var orðræðan frá VG í kringum ICM-mál, sko. Það var við þyrftum að færa bara svona fórnir, þú syndir heimsins. Sko, en það þess vegna sem að, þú veist, ég er að tala sko varandi endurnýjun og annað, þau upplifa sig vera í ákveðnu svona fórnarlamshlutverki að þau séu að vinna þjóðinni gagn með því að gera þetta svona. Og það sé bara, sko, gjaldið fyrir það er að tapa öllu þessu fylgi. Þannig að þetta er í raun bara það sem að þau áttu vona á að myndi gerast, eitthvað skal gerast á stærri skala en þau áttu vona á, þau áttu ekki vona á að þau myndi þurrkast út af þingi. En þau telja sig vera að gera þjóðinni gott með því að vera í skaðaminkunar hlutverki gagnvart Sjálfstæðisflokknum. Sjáu þið hvað þetta væri hræðilegt ef við værum ekki hérna. Við náðum að minnka aðeins hérna hversu mikið við nýðumst á útlendingu. Við náðum að minnka aðeins hérna þetta og eitthvað svona. Algjörlega, bara 100%. Nei, sko, ég meina það er bara staðreynd að stjórnarflokkar missa yfirleitt fylgi í skoðanakönnunum. Fyrir mann úr rót en döður rót. Ég er alveg sammála því. Þetta er ómikið, allt ómikið, en við sjáum þetta, auðvitað gegnum söguna hér, en við sjáum þetta líka bara hvernig staðan er erlendis, hvað það varðar. Þannig að fórna sér, skilur, ég veit það nú ekki, en ég meina, ég er algjörlega sannfærð það að alla ríkisstjórnir eru betri með Sjálfstæðisflokknum innan borðs. Annars væri ég ekki Sjálfstæðisflokknum. Ég trúi því að grunnstef okkar og stefna sé það besta fyrir Íslands samfélag og þess vegna trúi ég því að það sé best fyrir Íslands samfélag að Sjálfstæðisflokkurinn sé í ríkisstjórn. Og það er auðvitað þannig að það er búið að vera að togast á. Við erum náttúrulega sitt hvor póllinn. En við skulum líka muna það að þetta er það sem að landsmenn vildu fyrir 3 árum síðan. Þetta er það sem var kosið. Framsókn eiginlega bjargaði stjórninni. Nei, ég ætla nú ekki að taka undir það. Ég meina, ég stóð þarna úti. Já, ég tók þátt í sveitarstjórnarmálum í langa tíma og þar unnum við sjálfstæðismenn við Vinstri grænum í töluverðan tíma í bæjarstjórn í Mosfellsbæ. Þannig að þegar ég kem inn á þing 2016, þá man ég alveg að ég sagði býttu en af hverju vinnum við ekki með Vinstri grænum? Því að þeim muni kannski að var mjög erfitt að mynda ríkisstjórn. Á þeim tímapunkti vildi Vinstri grænir heldur ekki tala við Sjálfstæðisflokkinn og það var auðvitað mjög spennandi kostur að ná svona frjálslyndri hægri stjórn með stjórnmálaafli sem hét Björt framtíð og Viðreisn og við vitum svo hvernig sú vegferð fór. Þegar svo eftir kosningar 2017 þá var þetta ríkisstjórnarmynstur eina sem hægt var að gera. Það var búið að fara aðra leiðir. Það gekk ekki. Þegar við fórum svo í kosninga fyrir 3 árum síðan þá fannst mér ég heyra það mjög skýrt út á vettvangi að fólk vildi áframhaldandi sömu ríkisstjórn og meiri segja sko eins ótrúlegt og það kann að hljóma þá voru sumir sjálfstæðismenn sem sagði já ég ætla að kjósa ykkur en eru þið ekki örugglega að fara að vinna með verður Katrín ekki áfram þarna? Svona var andrúmsloftið á þessum tímapunkti. Ég held að ég get alveg sagt það að ég hef enga trú á því að þessi 2 flokkar fari endilega í samstarf aftur eftir næstu kosningar. Það er nú ykkar þingflokksformaður er búin að kveða úr það. Nei, ég held að sé ekki okkar þingflokksformaður. Jú, Hildur sagði, fyrsta manneskjan til að segja þetta. Já, en ég meina þetta er það sem við heyrum auðvitað út allt í baklandinu hjá báðum flokkum og ég held að báðum flokkum líður einhvern veginn þannig að það sé verið að fórna of miklu í þessu samstarfi. Það er alveg þannig. Og þjóðinni líður eins og þau vera að fórna sér í þessu samstæði. Þess vegna er helmingurinn að fylginu ykkur farin. Ég er ekki sannfærð að þjóðinni líði nákvæmlega þannig. Ég myndi ráðleggja þessi stjórnmálakonu að hlusta á þjóðina. Já, og ég geri það mjög reglulega með alls konar samtölum og við sjáum alveg hvað er að gerast í skoðanakönnun núna en við vitum það líka held ég að þetta eru skoðanakannanir og þetta er ekki niðurstaða kosninga og það er alveg sett sem þú segir við. Ég meina Vinstri grænir eiga eftir að ná meiru heldur en skoðanakannanir segja til núna. Við eigum líka eftir að ná meiru heldur en skoðanakannanir segja til en við þurfum að vinna fyrir því og það er alveg rétt. Við þurfum að hlusta á fólk og fara við það. En þegar allt er á borðið lagt þá erum við samt sem áður hér upp á Íslandi í mjög góðu samfélagi. Þar sem okkur hefur gengið afspyrnu vel í öllum alþjóðlegu samanburði, hvort sem við tökum kaupmáttaaukninguna, jafnréttismálin, velferðarmálin, meira segja heilbrigðismálin okkar sem við erum alltaf að rífast og er ekki nógu góðum farvegi. Öll þessi stóra mynd sýnir okkur gott og sterkt samfélag. Getum við gert betur? Já, vissulega. Og það kemur að því að við förum í kosningar og þá munu kjósendur ákveða hverjir þeim treysta best til að leiða samfélagið áfram. En núna á þessum 7 árum sem að þessi ríkisstjórn hefur verið að störfum, þá höfum við verið að fara í gegnum alveg gríðarlegar áskoranir
utanaðkomandi áskoranir og ef að þetta þetta allt saman, hvort sem það sé hérna sko heimsfaraldurinn COVID, stríð í Evrópu, eldsumbrot á Reykjanesskaganum sem ekki við sjáum ekki fyrir endan á, þá erum við samt á þessum stað sem við erum í dag. Og það því að þakka við höfum haft öfluga ríkisstjórn, öflugt fólkin á þingi og við höfum náð að sigla í gegnum þessa öll. Það bara 20% sem samanlösu, sko. 80% fyrst þetta var að furðuleg ræða sem bara passar engan veginn við. Við skulum sjá hvað kemur upp á kössunum þegar það kemur. Ég hef segja þetta, þið hefur aldrei haft það eins gott og ég menna síðan að Bjarni byrja að segja þetta þá sko fylgið helmingar. Það náttúrulega kannski engin stór aðgáta. Ég menna sumir hafa það mjög gott á Íslandi. Sumir geta tekið heilsugar undir með Bryndísi um þetta en svo eru bara aðrir sem náttúrulega geta ekki gert það. Til dæmis þeir sem að þjásta á húsnæðismarkaðnum sem náttúrulega bara þjóðar skömm og búin að vera það áratugum saman. Og síðan grasserandi vandamál undir niðri sem að maður bara klóra sér í kollum yfir því að skuli ekki vera hægt að taka á og leysa sem eru bara vandamál menntakerfisins sem eru bara hryllileg eins og öll statistík að sýna fram á. Já, eða bara aðgengi að lágmarksstuðningi fyrir fólk með einhvers konar vanda, fyrir börn með fjölþættan vanda. Við erum ennþá að vista börn í gæsluvarðhaldi. Og það hefur legið fyrir mjög lengi að það ekki ásættanlegt og mannréttindabrot. Við erum með víðtæk mannréttindabrot bara innbyggð í okkar kerfi og það mjög lítið í raun tekið undir að það sé mikilvægt að breyta því. Ég meina, nefnd Evrópuráðsins og varna gegn pyntinga búið að benda okkur á síðan 1994 að lögræðislögin okkar, lögin sem við notum til þess að svipta fólk frelsi inn á geðsjúkrahúsum, mismunni fólki með geðsjúkdóma og sé í raun brota mannréttindi þeirra. Þú veist, það hægt að halda langa ræðu skuggahliðina á þessu sem að Bryndís var að halda fram og þá enda ég aftur í sæti gagnrýnandans sem að kannski ekki endilega skemmtilegasta hlutskiptið. Ég held að sko það sem að mér finnst svo ógagnlegt og skaðlegt við að þessi ríkisstjórn sitja áfram þrátt fyrir það sem ég sagði vorkosningar hversu augljóslega ykkur langar ekki að vera í þessari ríkisstjórn saman lengur. Þú veist, það búið að vera skeytasendinga mann á milli hversu ömurlegt þetta og hversu ósamála þið eru og svo náið þið ekki saman neitt ár eftir ár. Þú myndist að orkumálin á þar. Ég meina það ekkert komið út úr þeim og það nú töluvert gangur samt sem aðeins miðað við það sem það hefur ekki náðast í gegn 2 þingir röð eitthvað orkumál og það ekki ennþá komin þessi heildarendurskoðun og vindorkan komst ekki í gegn og það var nú bara svona ákveðin léttir fannst mér hjá sumum í ríkisstjórninni gagnvart því og þetta fíla hjá öðrum og svona og þessi staða sko að fólk siti saman í ríkisstjórn og bara einhvern veginn, já það þjóðinni fyrir bestu að við höldum áfram að pína okkur í einhverju samstarfi sem við þolum ekki og augljóst að við þolum ekki. Ég meina, sko, ráðherrar ósammála hver öðrum bara annað hvern dag í gegnum fjölmiðla með einhverja skeytasendingar. Þú veist, umboðsmaður Alþingis hefur með réttu bent á að þetta sé ekki góð leið til þess að stjórna landi að vera með einhverja svona 12 smákónga sem að gefa út einhverja svona yfirlýsingar hvernig þeim líður þannan daginn varðandi það sem hinn smákóngurinn var að gera í smáríkinu Íslandi. Þetta ekki skynsamleg leið til þess að stjórna ríki og það kannski aðalega það sem að, sko, þó að mér finnist áfram skynsamlegast að kjósa vorið, þá finnst mér ekki réttlætanlegt að halda svona áfram vegna þess að mér finnst það svo mikil vanvirðing við það embætti sem að fólk hefur, við þau völd sem það hefur, að láta eins og þau séu alltaf að fórna sér með skít og skömm fyrir það að fá að vera ráðherra í ríkisstjórn þjóðarinnar og það sé svo leiðilegt að vinna með þessum sem eru þarna hinum megin í hinu húsinu. Þetta ekki í lagi, sko. Hvernig þetta ekki í lagi. Og þessar endalausu undir rós hótanir að samþykkja vantraust og ég veit ekki hvað, sko. Þetta ekki mjög heilbrigt umhverfi fyrir ríkisstjórn til þess að starfi. Ekki friður á sjónarheimilinu. Bara engan veginn og það orðið svolítið þreytt. Ég meina, við höfum bara þú veist, við erum bara einhvern veginn að fylgjast með hvað þau eru að gera og þurfum ekki að segja neitt því að þau sjá bara að rífa hvert annað niður sko. Þetta minnir mig mjög á ríkisstjórnina sem ég nefndi áðan sem 2009-2013. Hún misti svona samstöðuna innra með sér meðal annars vegna þess að hún var ekki að ná árangri og hún var alltaf að reyna að sannfæra almenning sem var að gangi í gegnum sko gríðarlegar svona efnahagslegar hamfarir í sínu prívatlífi, margir að missa húsnæði sitt og margir bara uggandi og fleira. Og við vorum alltaf að hlusta á ráðherrana sem segja já en þau áttu okkur á því að hér var hrun
og við erum að gera svona, við höfum gert þetta og ég man að svona Steingrímur J lét alltaf svona eins og hann væri svo duglegur, það var alltaf ljós í fjármálaráðuneytinu, hann var að gera allt sitt besta, við erum að gera okkar besta, ég meina almenningur upplifði það ekki að það var verið að mæta sínum sko þörfum og væntingum. Og mér finnst þessi ríkisstjórn vera bara nákvæmlega eins að það er gríðarleg verðbólga hérna, það eru gríðarlegar vaxtahækkanir sem hefur grafið mjög misjafnlega undan sko lífskjörum fólks. Því lítið að tala um kaupmátt þegar að hann er allur étinn upp að 400.000 króna á mánuði húsnæðislán. Já, og bitnar harðast á leigjendum, bitnar á barnafólki, bitnar á yngra fólkinu og fleira og það eru margir bara, maður heyrir það bara þegar maður lappar bæinn og við sjáum þetta líka í könnunum að það fyrir svona 2-3 árum þá var könnun hjá Vörðu sem sýndi það rúmlega 20% næði ekki endur saman, nú er það komið upp í 43%. Þetta eru hamfarir. Og þá mætir ríkisstjórnin, alveg eins og hrunstjórnin sem hafa kölluð það. Og segir ja, þú veist, við höfum staðið okkur svo vel og þetta er svo miklu betra vegna aðgerðana sem við höfum gert. En það er ekkert sko samræmi í þessu. Já, en mér finnst þetta nefnilega áhugavert líka að fara aftur í sko svona Steingríms og Jóhönnu stjórnina og hugsa aðeins hana, líka tengt þessu sem Þórhildur er að segja þetta svona píslarvætti vinstri grænna. Ég held að þetta, sko Steingrímur, hann þetta er mjög áhugaverður fígur á þessu, því það er, vissuleyti má segja, það er hann sem að svona opnar þessar dyr og gerir þessar svona kúvendingu sko, eftir að hafa verið náttúrulega bara í áratugum saman náttúrulega bara þekktur sem bara svona tiltölulega staðfastur prinsippmaður í íslenskri pólitík sem var svo sem þorði þegar aðrir þögðu og hann naut trausts og virðingar hjá mjög stórum hópum fólks, Steingrímur sko, í þessari löngu tíð sem að VG voru svona þessi svona trúverðu að gagnrýnisrödd í íslensku stjórnmálum, en svo snýr hann þessu við óbúslega hratt á mjög skömmum tíma með þessari stjórnarsetu og það kemur í staðinn einhvern veginn svona allt önnur orðræða í kringum það bara, bara hver er ég og hvað er ég að gera í stjórnmálum sko. En var ekki alveg gjaldmiðilsstjórnin sem að stýrði raunverulega efnahagsstjórninni? Já, það er svo annað máli, ég er meira að tala um bara hvernig þetta er fyrir, fígúruna sem sko pólitískan leiðtoga, skilur mig að svissa svona og ég meina, auðvitað er alveg hægt að færa einhver svona tæknileg rök eða einhver svona leikjafræðileg rök, þetta er einhver svona taflborð og ég var að meta heildarhagsmuni eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst þetta samt svo merkilegt því þetta er svo mikill pólitískur sko í raun og veru barnaskapur að trúa þessu vegna þess að ef þú veist eitthvað um pólitík þá veistu náttúrulega hún virkar kannski ekki alveg svona. Kjósendur er ekki svona einhverjar svona nytja stefnu útreikningsvélar sem að hugsa, já þessi stjórnmálamaður endaði á því að taka hérna skynsamlega ákvörðun út frá eitthvað svona, þetta virkar ekki svona. Þú ert að díla við, þú átt líf þitt í stjórnmálum undir trúverðuleika þínum gagnvart baklandi og stuðningsfólki sem þarf raunverulega að skilja hvað þú ert að gera og þú getur ekki telt því fólki bara eins og einhverjum skákmönnum á einhverju borði og sagt treystið mér, ég er með þetta allt saman útreiknað í einhverju þrívítar skákforriti sem ég er með í vasanum. Þetta gengur ekki upp í pólitík sko. En ég held nákvæmlega að það var þetta sem að hefur svo ráðið för hjá VG allar götur síðan, þessi sami hugsunarháttur. Við erum í einhverju svona rosalega útspekuleraðri skaðaminkunar aðgerð, skilur við, sem að gengur út á það að halda svona einhverjum stöðuleika yfir lengra tímabil og svo framvegis. En auðvitað með þessum kostnaði sem sá að við höfum ekki lengur neitt vinstri í íslenskri pólitík og hver er svo kostnaður hann að því? Hann er auðvitað mjög mikill fyrir okkur öll sko. Ekkert vinstri í íslenskri pólitík? Já, ekki inn á þingi. Þetta er náttúrulega það sem að Drífa hefur til að spennt á þetta. Þessi vegferð Katrínar Jakobsdóttur hafi ekki bara eyðilagt VG, heldur eyðilagt vinstrið og verði bara lengi að jafna sig eftir þetta. Það sé mjög alvarlega aðgerð sko. Og ég vil leyfa mér að benda á það að það er til aðra leiði til þess að meta kosti stjórnmálaafla en hvort þeir eru til hægri eða vinstri og við höfum sannarlega félagshyggjuafl og mannréttindasinnað og umhverfissinnað afl inn á þingið. Þótt að við höfum aldrei viljað skilgreina okkur til vinstri að þá eru Píratar mjög róttækir þegar kemur að félagshyggju, þegar kemur að umhverfismálum og þegar kemur að vernd mannréttinda og stöndum í raun svolítið ein eftir á Alþingi þegar kemur að mannréttindum og umhverfisvernd núorðið. En ég hugsa að Drífa hafi verið að meina þetta er ákveðin svona saga sem endar inn í VG. Þetta er alþjóðubandalög og fleira sem þarna og þessi saga er eiginlega enda inn í VG á leið Katrín Jakobsdóttur út í einhverja mýri. En það hefur líka verið sagt að það er engin umhverfisflokkur lengur og það hefur ýmislegt verið sagt svona og mér langaði bara að benda á þetta vegna þess að það er held ég ekki þessum hugsunum
og þessu markmiðum til framdráttar að þurrka bara út það sem þó til staðar, að viðurkenna það ekki. Vegna þess að það dregur þá, ef að við erum hérna inn á þingi að berjast fyrir mannréttindum, umhverfisvernd, félagshyggju og atriðum sem þessum og við erum einhvern veginn aldrei tekið með inn í reikningin og látið eins og þetta sé alveg vonlaust og það ekkert eftir og það engin eftir sem stendur fyrir þessu og ég ekki að segja að þú hefur verið að gera það, ég vildi bara halda þetta til að haga. En ég það frábært að heyra Þórhildur ef Píratar eru félagshyggjuflokkur sko, en maður myndi þá vilja kannski svona, heyra það. Við tölum fyrir gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu, við höfum verið að berjast fyrir því að öryrkjar fái hækkanir í samræmi við lög og fái þar að auki sko, þessar verðtryggðu hækkanir sem þeir eiga skilið að fá. Við höfum verið að leggja til að sko, kjarnin í opinberum störfum eins og kennarar, hjúkrunarfræðingar og aðrir að við ákveðum fyrst hvernig samfélagi vill umbuna fyrir þessi störf og svo takja önnur störf með að því við erum alls konar framsagnar hugmyndir hvernig við bregðumst við þeirri sjálfvirknivæðingu og gervigreind og öðru sem að valda í raun mikill ógn gagnvart sérstaklega verkalýðshreyfingunni vegna þess að þegar að sjálfvirknivæðingin tekur yfir megnið af störfum á landinu þá missir verkalýðsforystan og verkalýðshreyfingin töluverðan slagkraft ef að það ekki lengur spurningum að þau getur bara lagt niður sín störf til þess að ná ykkur fram vegna þess að það bara ekki lengur staðan eftir ykkur ár og við höfum auðvitað kannski verið fremst í flokki þegar kemur á mannréttindabaráttu, réttin til bestu mögulegu heilsu og þessi félagslegu réttindi eiga stóran pláss hjá okkur líka en auðvitað líka þessi grundvallar réttindi sem að eiga sannarlega undir högg að sækja, tjáningafrelsið og lýðræðisleg réttindi sem að eru svolítið dottin úr tísku að þingi en við stöndum ennþá fyrir og auðvitað það líka ótrúlega mikil félagshyggja að berjast fyrir því að við verndum umhverfið okkar út af því að þarna erum við að tala um sko félagslegt réttlæti kynslóðana af því að við ætlum bara að skilja plánutuna eftir í rúst við erum ekki að gera neitt sem að þarf til þess að bregðast við hlýnun jarðar og ef við gerum það ekki að þá erum við í raun að ákveða bara örugglega stærsta óréttlættisverk á milli kynslóða sem hægt að ákveða og við erum að ákveða það með aðgerðaleysinu þannig að við erum ennþá sterk rödd sem tala fyrir því að það verði ekki niðurstaðan. Já, það ný fréttin. Já. Síðan 13.07. Þá ekki að fella ríkisstjórnar. Nei, þetta eru þínur flokki. Já. Bjarni Benediktsson liggur enn undir feld og metur hvort hann vilji halda áfram sem formaður. Þetta ekki frétt, hann liggur ennþá undir feldinu. Jó, það framhaldsfrétt. En hann sem sagt, þetta hann eiginlega að segja að þetta er búið, það ekki? Nei, hann ekki að segja, ég las þetta. Hann að segja, eins og ég hef bara sagt áður að þá ég að íhuga þetta og ég mun láta vita af því þegar að því kemur og hann ætlar að gefa svar svona einhvern tímann í desember. Já. Við stórleiklegt að gefa það fyrir nýja ávarpið. Þetta náttúrulega, sko sjálfstæðisflokkurinn í prósent var hann sko 12%. Þetta, hvað endar þetta sko? Takk fyrir að leyfa mér að fara aftur að tala um sjálfstæðisflokkinn. Mér fara að líða svolítið illa sem millistykki á milli einhvern veginn í vinstri síns. Það aldeilis samfarið sem að ganga yfir hægrið sko með vexti miðflokksins og hruni. Þetta myndi heita bara í öllu venjulegu máli, heitir þetta hrun sjálfstæðisflokksins í könnunum. Algjörlega, þetta er þannig. Þetta hrun í könnunum. Og okkar verkefni að sjá til þess að þetta muni ekki vera þannig þegar talið upp úr kössunum en auðvitað þetta mjög alvarlegt, það bara þannig sjálfstæðisflokkurinn á ekkert að vera með 12% í könnunum það er mikið verk framundan hjá okkur það mikið verk framundan, ég bara tek undir það alveg þannig og við auðvitað sjáum það núna og mannabreytingar, það hlýtur að vera, það ekki Já, ég meina það alveg ljóst að það verða einhverja mannabreytingar hjá okkur. Við erum flokkur sem förum nú yfirleitt í prókjör og við erum með 17 þingmenn í dag og einhverju komu nýjir inn fyrir 3 árum síðan og aðrir höfðu verið þarna 4 ár áður og ennar lengur og svona þannig það alveg ljóst að það verður. En sko verkefnið stórt og mikið framundan en þegar við erum að horfa á þessar kannanir, ég meina miðflokkurinn, ég held að hann mun aldrei fá það sem hann að fá í könnunum núna. Svona flokkar að fengi svona í Evrópu, Svíþjóð og Demókrata. Já, en ég meina, sko, ég líka segi bara, þú veist, ok, við getum hort fram á 2 flokka ríkisstjórn með samfylkingu og miðflokki, ef við förum að tefla einhverju saman svona eins og kannanir að benda til, ég meina, sjáu þið það fyrir ykkur? Nei. Já. Munu Pírata fara í ríkisstjórn með samfylkingu og miðflokki?
Ekki með Miðflokknum, nei. Nei, sko ég held að þetta sé nákvæmlega það sem að mun svolítið sko gerast og þegar við förum að fara meiri inn í einhverja svona kosningabaráttu, það verður svona meiri, kannski fólk verður svona beittari í sinni orðræðu, þá mun sko Miðflokkurinn falla með við það sem í könnun núna. Nú ágætis félagi minn og varaþingmaður fyrrverandi Arnar Þór er búinn að stofna nýtt stjórnmálaafl og mörgum hefur nú kannski fundist hann eiga heima hjá Miðflokknum Eða ykkur. Hann var hjá okkur, en hann fór frá okkur. Hann hefði rúmast inn í sko gamla góða Sjálfstæðisflokknum sem var með margar vistaverur. Já, ég vil náttúrulega áfram meina það að við eigum að vera þannig flokkur, en það er nákvæmlega þetta sem þú ert að segja. Það er þessi mikla breidd, mikill fjöldi stjórnmálaafla sem eru á vettvangi núna. Þannig að það eru auðvitað verið að toga í okkur bæði frá svona íhaldsarmi og frjálslyndisarminum. Og það er kannski, þú veist, eitthvað svona nýtt, en þetta er auðvitað það sem við sjáum þróunina alla Evrópu, bara á Norðurlöndunum og víða, að við erum að komin með sko fleiri og fleiri flokka. Mér finnst það mikið og mér finnst verst þegar verða til svona einsmálsflokkar eða einsmanneskjuflokkar. Mér finnst það ekkit gott fyrir lýðræðið. Mér finnst mikilvægt að stjórnmálaöfl hafi svona skýra sýn og það sé einhver rót. Og það þurfi ekki, sko stjórnmálamenn þurfi ekki reyna svona átta sig eins og maður líður stundum með ákveðna flokkin og þingi að þeir þurfi svona einhvern veginn að fara inn í herbyggi og spurja eitthvað forystumanni bitu, hvað finnst okkur eiginlega þetta mál, því það er ekkert sem segir það í stefnuskráni sko. Þannig að mér finnst í pólitík að þá þurfi að hafa pólitískt hjarta, sko hvort sem það sé til hægri eða vinstri eða Píratar auðvitað brutu þetta svolítið upp og ég bar mikla virðingu fyrir því á sínu tíma, mér finnst það mjög áhugaverð leið. En sko það er held ég það sem skiptir máli og það mun koma fram núna þegar við förum í kosningabaráttu, hvað stendur Miðflokkurinn fyrir? Ég meina nú er þetta að rifja upp líka fyrirverandi störf sko formanns Miðflokksins sko sem eru kannski bara í algjöru andstöðu við það sem Miðflokkurinn er akkurat að segja núna. Já, en sko Miðflokkurinn samt svona klofningur svolítið úr Sjálfstæðisflokknum. Bergþór Ólason Hann er náttúrulega klofningur úr Framsóknarflokknum en vissulega náði Miðflokkur, já, Bergþór var með mér í stjórnshús á sínu tíma og Birgir Þórarinsson fór þarna líka, var ekki? Jú, og kom yfir til okkar svo, þannig að jú, þeir sóttu mikið. Já, það er eftir að vera Já, og ég meina þegar þú segir þetta, ég meina þú veist borgarstjórinn sem er nú fyrir Framsóknarflokkin var líka Sjálfstæðisflokknum einhvern tímann, ég meina það eru margir flokkar sem hafa verið duglegir að sækja fólk annað eða fólk flust yfir. Stjórnmálin er að verða meira svona eins og enski boltinn sko, þetta er svona leikmanna svona bara í upphafi að vera svona flokkaskipta gluggi. Þetta er svolítið áhugavert sem við erum að upplifa núna því að núna er í raun að koma fyrir hægri það sem hefur alltaf verið sko nota gegn vinstrinu að þau geti ekki komið sér saman kjarnaatriðin og bara einbeitt sér að því og í staðin eru þau farin að rífast smáatriðin og kvarnast upp úr þeim. Þetta var náttúrulega einn stærsta svona pólitíska sko breytingin sem varð í sko hruninu og eftir hruninu var auðvitað akkurat þetta að þessi rosalegi sess Sjálfstæðisflokksins í íslensku stjórnmálum auðvitað hrundi og hefur aldrei alveg náð sér sko. Verða til þessi flokkar sem að já það er það vissulega mjög íkt en þetta er samt sem það er bara sama. Við ættum að horfa á klofningin með Viðreisn og sömuleyti flokk fólksins og hvernig Miðflokkurinn er eiginlega að breytast í klofningu úr Sjálfstæðisflokknum. Ég held að við ættum að horfa á þetta einmitt frá hruni hvernig sko það er eiginlega sagan af falli Sjálfstæðisflokksins sko. Já. En má ég spyrja þú Þórhildur, mér finnst bara forvitnilegt sko, því þú eiginlega svona útilokaðir stjórnarsamstarf við Miðflokkinn, er það þá út af því að þú sér fyrir að þið myndi aldrei geta náð saman þá til dæmis stefnuna í útlendingamálum eða? Já, til dæmis og bara við erum algjörlega á andstæðum póli þegar kemur að flestum málum sko, ég meina við þurfum ekki bara að horfa á útlendingamálin heldur líka þegar kemur að málefnum kynsegin fólks, þegar kemur að réttindu kvenna til yfirráða yfir eigin líkama og ég meina það og við Sjálfstæðisflokkin líka hvers formaður greiddi atkvæði gegn þungunarofslöggjöfinni. Sat hann ekki hjá? Nei, hann greiddi atkvæði gegn á samt 10 öðrum köllum í Sjálfstæðisflokknum. Ég man að þetta var ansið sjokkerandi. En ég greiddi atkvæði með og við vorum í sama liði þar. Konurnar í Sjálfstæðisflokknum stóðu með konum sem er mjög jákvætt en Miðflokkurinn var allur á móti og við hafði bara frekar að mér fannst ógeðfelldan málflutning í kringum það. Þarna á Flokkur fólksins líka. Þarna á Flokkur fólksins líka og sko ekki sælla minninga, fór að tala barnamorð og að við værum að gleðjast yfir þeim og eitthvað slíkt sko. Þannig að þegar kemur að kannski svona þessi félagslegu málum en líka efnahagslegum málum, þá erum við ekki sammála. Ég meina við höfum tekið mjög skýra afstöðu með verkalýðsbaráttu, við höfum tekið mjög skýra afstöðu með sko
svona meira félagslega sinnaðari skattastefni, við höfum talað að hækka fjármagnstekjuskatt verulega, við höfum talað að nota skattkerfið, þú veist, á þennan félagslega hátt til þess að jafna aðstöðumun og annað, við höfum talað fyrir sem að svona virðist vera að ná smá vakningu ennþá núna fyrir Universal Basic Income borgaralaunum, vantar íslenska orðið fyrir þessu sem viðbragð við þessari sjálfvirknivæðingu og ég held að við höfum svona ákveðna kannski sýn á manneskjuna sem að samræmist hreinlega ekki hvorki sín Sjálfstæðisflokksins né Miðflokksins vegna þess að við treystum fólki til þess að vilja samfélaginu sínu vel. Við lítum svo á að það vilji allir á sinn hátt vera virkið þáttakandur í samfélaginu. Við teljum okkur ekki þurfa að vera með boð og bönn og niðurskurðarstefnu þegar kemur að þeim stuðningi sem að þú ert að fá frá samfélaginu til þess að geta blómstrað og lítum svo á að þessi nálgun að það sé alltaf allir að reyna að svindla á kerfinu og það þurfa að passa að gefa fólki ekki of háar atvinnuleysisbætur af því að þá endi það bara í sófanum út ævina sko. Við höfnum þessari hugmyndafræði, þessari nálgun á hvernig manneski virka. Ég vona innilega að sko Píratar í aðdraganda þessara kosninga einmitt, þú veist, þá tali inn, þú veist, í þá átt að markmiðið sé að reyna að koma á einhvers konar vinstri stjórn eftir kosningar. Ég vona það innilega því það væri auðvitað svona Getur ekki reynt aftur svona kosningabandalag? Það virkaði rosa vel. Já, það er náttúrulega það sem að fór úrskeiðis í þessu kosningabandalagi var að leiðtogi flokksins á þeim tíma ákvað að tilkynna það bara án þess að tala einu sinni við hina fyrst, sko. Og það var auðvitað ekki mjög smart move. Auðvitað eiga íslensku stjórnmálaflokkarnir núna að, þú veist, fara fram með eitthvað fyrirfram commitment það hvers konar samstarf þessi til í að fara í staðinn fyrir að það sé alltaf þessi leikur þar sem sko, þú veist, eftir kosningar fer á stað einhver kappleikur það hvernig stjórnmálaflokkandi geti samið sig sín á milli frá í raun og veru niðurstöðum kosningana sem er óþolandi og það ég held að í þessu svona kaoskennda ástandi sem er að verða þarna sem er komin náttúrulega alveg ótrúlega margir flokkar allir eru svona eitthvað að keppast 10% sko að þá náttúrulega einhvern veginn orðið bara svo erfitt fyrir kjósendur einhvern veginn að þú veist, fóta sig og það auðvitað það miklu betra fyrir okkur að vera til og einhvern nátt bara svona skýrari valkostir sko. Já, við erum bara alveg sammála. Ég er sammála til dæmis að fyrir alla sem að telja sig vera svona hægra megin við miðju þeir eru bara að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Sem að myndi þá fara í samstarfi við Miðflokkinn. Ef við myndum spyrja fólk, hvaða flokku vildur þú síst sjá í næstu ríkisstjórn? Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna það. Ég held að sé svona 70% af þjóðinni sem að vill fá bara Sjálfstæðisflokk. Að þreita, fólk er að þreita. Ég er ekki að segja þetta vilkirni, ég er bara að meti þetta sig þannig að það séu komið rosalega þreita gagnvart þessum flokki og það sem sést með og formanninn sérstaklega heldur, hvað hann er? Já, bætir það, ég kannski hefði Bjarni staðið sig betur með flokki meiri meðbyr og svona og þetta er ekkert áfyllistómur yfir Bjarna, sko, hann er alveg jafnir eftirlegur eftir sem áður og allt í með það en þetta er bara staðan og ég held að segja þannig að og þess vegna er það svolítið sorglegt að sko Samfylkingin sem að hefur fengið svona eiginlega hálfgjört umboð þjóðarinnar í skoðanakönnunum til þess að verða eitthvað mótvægi vill bara alls ekki verða það mótvægi heldur opna fyrir það að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum eftir kosningar sem er ég held að Samfylkingin sé nú líka bara græða á svona ákveðni raunsæi og jarðbindingu, það er það sem hefur svolítið fleytt þeim áfram, en þetta verður enda mjög áhugaverð sko skoðanakönnun, en aftur skoðanakannanir eru skoðanakannanir, ég held til dæmis að þeir sem að sé að gefa sig upp á Miðflokkinn eða Viðreisn þeir séu ekki að hugsa, já heyrðu, nú viljum við sko vinstri stjórn og setja Sjálfstæðisflokkinn í frí. Nei. Ég er nokkuð viss það bara svo sé. Samanlagt með svona 31-2% Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta færist bara á milli. Það er svona þriðjungurinn sem vill hægri stjórn. Og svo bætir við Viðreisn við og þá ertu komin með í raun og veru svona þetta gamla sögulega fylgi Sjálfstæðisflokksins. Eitt hérna með Píratana. Eins og þú hérna taldir upp ágæti ykkar, en í þessu fylgisröðin í stjórnarflokkana, þá fer fylgið ekki yfir til ykkar. Nei, það er alveg rétt. Við höfum haldið í svona kjörfylgið okkar, það virðist vera nokkuð stabílt en okkur hefur ekki tekist að núna í svolítinn tíma, kannski 1 ár, eitthvað svo leiðis, að mælast fyrir ofan það, sko. Og það er alveg áskorun og verkefni fyrir okkur að komast lengra. Nú er Björn búinn að segja þjóðarátaki að koma Pírötum yfir Sjálfstæðisflokkinn. Er það ekki bara okkur smartmið? Sagði hver? Björn Leví. Já, Björn Leví, já.
Það er líklega þá að Sjálfstæðisflokkur er komið niður til ykkar en það fyrir. Já, sjáum hvernig það fer. Við eigum alveg... Heyri hvað fólk er óska sér hérna við borðið. Við eigum alveg eitthvað inni, sko. En hérna, við þurfum að fara að bretti bermar varandi það. Já, og það sem að kannski hefur okkur legið helst svona hálsi er að við séum ekki nógu skýr fyrir hvað við stöndum og það er kannski, sko, það er tvennt í þessu. Það er annars vegar að þá tölum við fyrir svona frekar stórum hugmyndum sem að virka svolítið langt inn í framtíðina og er erfitt og flókið að matreiða í einhverju stuttumáli þannig að það skiljist nákvæmlega hvert þurfum að fara. Við þurfum svona þátt til þess að geta að tala hugmyndirnar okkar, margar hverjar. Svo er hitt, sko, að við höfum verið, vil ég bara segja, duglegasti flokkurinn í stjórnarandstöðu. Og þá meina ég varðandi það að veita stjórninni visst aðhald, varðandi það að kalla eftir upplýsingum, varðandi það að bera sig eftir opnum fundum og annað og að mæta og tala mikið útlendingamálin, já, vissulega, við vorum náttúrulega bara ein í því í nokkra vikur, sko, af því að það var enginn með okkur þar, eins og ég var að tala um áðan, að mannréttindin eru bara dottin úr tísku á Alþingi. Þannig að það setur mann samt í ákveðna stöðu að vera alltaf svona svolítið gagnrýnandinn og það gerir mann ekkert sérlega hressanni skemmtilegan en ég hef alltaf upplifað þetta sem mjög þunga og ríka skyldu sem hvílir á okkur sem erum í stjórnarandstöðunni að vera með visst aðhald. Þórhildur, ég vil líka bara langað að segja það í þessum þætti sko að bara hrósa þér sérstaklega fyrir afstöðu þína og í þessu máli með Julian Assange sem er náttúrulega bara dæmi það að Píratar séu að standa við, þú veist, ákveðið svona grunnprinsippmál sem ég hef alltaf einhvern veginn í mínum huga tengt við stofnun Pírata frá byrjun, sko, að standa fyrir það að taka slaginn mannréttindi, sko, einmitt í þessum málum þar sem er svo augljóslega verið að testa þau, sko, þú veist, og það er mér finnst það mjög óhugnalegt að fylgjast með svona ákveðnum bara konsensus myndast eiginlega bara hálfpartinn það að þetta sé ókei. Sem var gert við Julian Assange og auðvitað síðan alltaf fleiri dæmi uppljóstrara og svona og mér finnst það bara mjög flott hjá þér og hjá Pírötum að hafa haldið áfram að taka slag í svona prinsippmáli og líka gera það inn á hinum alþjóðlega vettvangi þar sem maður verður nú að segja eins og er að sko Íslendingar, íslenski stjórnmálamenn og íslensk stjórnvöld hafa náttúrulega bara fyrst og fremst sko verið þjóðinni til skammar. Skiljið mig, eins og varðandi Palestínu og Sameinuðu þjóðunum og fleira og gera aldrei neitt nema þú veist kría út undanþágur fyrir Ísland og Íslendinga eða eitthvað slíkt sko. Þannig mér finnst það alveg frábært að Píratar hafi svona raunverulega staðið sig í þessu máli. En þú hittir Julian Assange, ekki? Já, ég hitt hann fyrst þegar hann var í Belmars fangelsi. Í London. En þú hittir hann? Og ég hitt hann núna, þegar ég kláraði skýrsluna. Ég sem sagt lagði það til við nefndina mína að bjóða honum. Það var náttúrulega þegar ég byrjaði þetta og þegar ég hitt hann í Belmars fangelsi þá gerði ég mér ekki í hugalund að nokkrum vikum seinna hann frjáls. Þannig að þegar hann fékk frelsi sitt og ég var einhvern veginn komin langleiðina með þessa skýrslu þá fannst mér liggja beinast við að bjóða honum að koma og ávarpa nefndina sem að bara ábyrða því að ég fékk þessa skýrslu í hendur og svo framvegis og það var náttúrulega alveg ótrúlega merkilegt augnablik vegna þess að þetta í fyrsta skipti sem að hann kemur fram opinberlega eftir hann öðlast frelsi, hann velur sér þennan vettvang og þau lýsa þessu þannig að hann var í og er í ákveðnu bataferli eftir allan hann tíma undir frelsissviptingu, hvort sem það var í Belmars fangelsi sem var auðvitað kannski lang verst fyrir hann en líka inn í sendiráðinu og hann var líka í, hvað heitir eftir hásarrest á íslensku, stofufangelsi og í einangrun þar á undan, þú veist, þetta er búið að vera 15 ár af einhvers konar frelsissviptingu sem að maðurinn hefur upplifað og þetta er fyrsta sinn sem hann kemur fram sem frjálsmaður. Á myndum virtist hann bara vera fínn sko, svona allt annað sjá hann heldur en sko áður. Já, jú, en hann þreyttist og var svona með lúin og eðlilega, það er bara verið að krassa þig. Þetta var 1,5 klukkutíma langur fundur. Ég er svona eftir að hyggja að það hefði ekki þurft að hafa hann svona langan sko. Mér leiðir svo að þetta væri svona, kannski hálftíma of langt en það var samt mjög gott, þú veist, að því að hann var, ég held að hann hafi syndgaðið korter upp á tíma sko, hann átti að tala í korter, hann talaði held í hálftíma en það var
enginn sem ákvaða truflan í því, en það var þetta bara allt mjög skýrt og skorinort hjá honum og mjög vandlega farið yfir allt og maður misti aldrei einhvern veginn þráðin í því sem hann var að segja og svo gafst sem sagt meðlimum nefndarinnar á þessum opnu fundi þar hægt að sjá þetta ef þið farið inn á pace.coe.int sem sagt pace eins og göngu pace PACE sem er, já, og svo COE, já, og svo .int eins og international, að þar fullt af fréttum þetta, það er hægt að sjá til dæmis þennan fund sem var tekin upp og var opinn almenningi og fjölmiðlum og var alveg ótrúlega merkilegur vitnisburður og ótrúlegt að fá að taka þátt í því og svo þetta að skýrslan var tekin fyrir daginn eftir í Evrópuráðsþinginu og fékk þennan góða meirihluta og það var kannski svona stærsti slagur sem ég þurfti að vinna en það var mjög ánægilegt að hitta hann líka eftir að skýrslan var samþykkt vegna þess að hann var mjög sáttur við þetta og einmitt þetta hann hafi tekið sér hlé á þessu bataferli það var til vitnis hversu mikilvægt honum fannst að Evrópuráðið myndi viðurkenna að meðferðin á honum hafi verið óásættanleg, hann hafi verið pólitískur fangi á meðan hann var í Belmarsfangelsi og að þessi meðferð hafi haft kælandi áhrif á og mjög neikvæð áhrif á vernd sérstaklega fjölmiðlafrelsisins sem heim allan vegna þess að það sem þetta segir okkur er að þú verður sko að segja skýrslu hvað þú sittir að hlusta á okkur og horfa sem ekki vita Sessat, ég skrifaði skýrslu varðhaldið og sakfellinguna á Julian Assange og kælandi áhrifum þess á vernd mannréttinda það var titillinn er titillinn á skýrslunni sem ég gerði og hún snýst náttúrulega það að Julian Assange gaf út upplýsingar sem upplýstu viðtæka stríðsklæpi, glæpi gegn mannkyni, grun það og pyntingar, mannrán, leynifangelsi, upplýsingar alla sem voru geymdar í Guantanamo fangelsi og hvers vegna og ýmislegt fleira sem að gaf til kynna mjög viðtæk mannréttindabrot, mjög viðtæka stríðsklæpi og ekki bara það heldur líka ótrúlega mikla njósnir almenna borgara og hvernig alríkislögreglan CIA leyniþjónustan í Bandaríkjunum notar iPhone og tölvur og sjónvörp og ristavélar og ískápa og ég veit ekki hvað til þess að njósna fólk sko. Upplýstum allt þetta og hefur í raun verið ofsóttur síðan af bandarísku stjórnvöldum, oft með liðsinni annarra stjórnvalda líka og undir lokin, svo það er hægt að lesa þetta allt í skýrslunni, undir lokin þá var hann sem sagt í varðhaldi í Belmarsfangelsi í London og það var framsalskrafa á hendur honum frá Bandaríkjunum þar sem átti rétt yfir honum fyrir brot á njósnalöggjöfinni í Bandaríkjunum, sem sagt í Espionage Act sem eru lög frá 1917 sem er ætlað að grípa njósnara sko, sem að ætla einhvern veginn að skemma fyrir bandaríska ríkinu og fá fólk til að svíkja lit og eitthvað svona. Og þetta var aldrei verið notað gegn blaðamanni áður. Hann átti yfir höfðu sér 175 ára fangelsisrefsingu, hefði hann verið sakfelldur fyrir blaðamennsku vegna þess að verknaðurinn sem hann er ákærður fyrir er að sækjast eftir upplýsingum, vinna úr þeim og birta þær. Já, ég meina njósnir er náttúrulega að láta einhvern annan bara, þú veist, einhvern ríki þá bara hafa upplýsingar til eigin ánota en hann er náttúrulega birtir þær. Það er akkur hann var að stunda blaðamennsku og það er alveg viðurkennt Amnesty, það er viðurkennt blaðamennum með engin landamæri og fullt af öðrum viðurkenndum sorsum og síðan er hann sakfelldur. Það er í raun hann þarf að játa á sig eins og hann orðaði það sjálfur. Ég játaði á mig I am guilty of journalism, ég játaði á mig blaðamennsku, segir hann og það er rétt út af því að hann þurfti að skrifa undir ákveðið samkomulag við bandarísk stjórnvöld að hann hafi gerst sekur blaðamennsku í raun, að hann sem sagt játar á sig eitt brot af þessum 17 og þá fær hann í raun að ganga út strax sem frjáls maður vegna þess að hann var náttúrulega búin að vera þarna inn í Belmarsfangelsi að berjast gegn því að hann yrði framseldur til Bandaríkjanna í 5 ár og bara vissi ekkert hvernig það myndi fara ef hann yrði framseldur þá ætti hann yfir höfðu sér þennan hræðilega dóm í hámarksöryggisfangelsi þar og bara sæi ekki fram á að lifa það af og
hann játar þetta sem sagt á sig, þar með komin sakfelling undir þessari njósnalöggjöf, þar með búið að setja fordæmi að það sé hægt að dæma blaðamenn undir þessari löggjöf og það eru þetta hræðilegt og skelfilegt fordæmi fyrir fjölmiðlafrelsi allan heim. Það er ekki bara gagnvart Bandaríkjunum sem eru nú búin að sýna fram á að þau geta elt blaðamenn þvert yfir landamæri, ofsótt á og ákært á fyrir brot á njósnalöggjöfinni fyrir að segja fréttir sem sannarlega erindi við almenning. Heldur eru þetta skilaboð til allra ríkja heim allar sem vilja eltast við blaðamenn sem segja óþægilega fréttir að svona megi þeir haga sér. Og bara allt fólk sem á einhvern nátt ætlar að nýta sér tjáningafrelsi og ég fór að hugsa þetta í samhengi við þessar nýlegu þessi bókmenntaverðlaun sem Salman Rushdie fékk fyrir bara nokkrum vikum á Íslandi, kom til Íslands og allt það. Og hann er hann er viðurkenndur sem hetja tjáningafrelsins. Viðurkenndur sem píslarvottur tjáningafrelsins. En Assange hins vegar, er það ekki. Og þetta segir manni bara allt heimsvaldastefnuna. Hver er ástæðan fyrir því, akkur Salman Rushdie, akkur ekki Julian Assange? Jú, það er út af því að það sem Assange gerir, hann gengur gegn verkefni heimsvaldastefnunar og hagsmunum þeirra og það er ástæðan fyrir því að hann er gerður að glæpamanni. Ja, hann alltaf gengur gegn hagsmunum Bandaríkjanna og bandamennum þeirra og sýnir fram á hvernig bandalagsþjóðir Bandaríkjanna voru vitorsmenn í mörgu þessu. Og við getum hins vegar fagnað allt samfélagi getur fagnað tjáningafrelsi einhvers þegar að það gengur gegn einhverjum öðrum öflum sem eru á einhverjum sem eru bara svona einhverjum hagsmuna og það er auðvitað bara óþolandi hræsni og sýnir það hvernig bara umgengnin við tjáningafrelsið er einhvern veginn bara orðin finnst mér svona orðin að skrípaleik ef ég bara segja eins og skilur og maður sér önnur dæmi það nú reynir mjög mikið á það eins og í sambandi við Palestínu sem dæmi nú er það að gerast bara í okkar bara nágrannalöndum, ég meina á Vesturlöndum í Evrópu, það er bara verið að handtaka fólk á götum úti í Þýskalandi fyrir það að ganga bara með merki á sér til stuðnings Palestínu, hugsaðu ykkur, það er verið að reka fólk úr vinnu, hægri vinstri í bandarískum háskólum að reka stúdenta á skólum og út af fyrir þetta sem sagt að fremja svona samskonar glæpi má segja að nýta sér tjáningafrelsi gegn hagsmunum heimsvaldastefnunar. Sko ég ætla að taka undir bara á hrósa og óska Þórhildi Sunnu til hamingju með þessa skýrslu. Ég er alls ekki sammálaður að Ísland setji skam á alþjóðavettvangi og við getum farið í sérstaka umræðu það því að ég held nefnilega að Ísland hafi verið að ef ég fæ aðeins að klára, nei það er rámt hjá þér. Dregur úr stuðningi til mannúðaraðstoðar gegn fólki sem verður að fremja þjóðarmorð. Ísland hafi rödd sína, er þjóð meðal þjóða, hefur notað rödd sína á alþjóðum vettvangi og ég ætla að segja að það er eitt dæmi af því það sem Þórhildur Sunna hefur verið að standa sig mjög vel hjá Evrópuráðinu. Bæði í þessu máli líka varandi stjórnarandstæðinga í Rússlandi og Kara-Murza og það mál og þar finnst mér við þingheimur hafa getað sameinast ágætlega óháð því frá hvaða flokkum við komum, hvernig við nýtum rödd okkar á alþjóðavettvangi. Og mér finnst það líka mikilvægt inn í þessari umræðu sem við erum í núna og þessu stöðu sem uppi er í svona alþjóðasamfélaginu að Ísland sé að nýta rödd sína. Og það á bæði við ráðherra og ég held að okkar utanríkisráðherra hafi staðið sig mjög vel í því sem að dunið yfir okkur á síðustu misserum, en líka okkur þingmenn. Og mér stundum hafa skortað það og við Þórhildur Sunnum höfum tekið þátt í umræðum í þinginu að við þurfum að ræða meira alþjóðamál og ég finn það út af því við vorum hér mikið að ræða stöðun í pólitíkinni hérna heima. Við erum alltaf svolítið mikið í búblu á Íslandi og það er rosalega hollt fyrir okkur og það er rosalega gott þegar maður fer út fyrir landsteinana sem stjórnmálamaður að hitta aðra stjórnmálamenn, heyra hvernig ástandi er á mismunandi stöðum. Það er þroskandi og gott og við mættum stundum taka það svolítið meira líka inn í samfélagsumræðuna hér á Íslandi. En nú eru bandalagsríki Íslands að fremja og styðja þjóðarmorð í Palestínu. Hvað finnst þér að íslensk stjórnvöld sé að gera núna? Ég ætla ekki að taka undir það að Ísland sé að styðja þjóðarmorð í Palestínu. En Ísland að styðja þjóðarmorð í Palestínu. Það greiðir ekki atkvæði á vettvangi Sameinuðu þjóðanna til þess að mótmæla því. Við höfum greitt atkvæði með vopnahlé strax og höfum stutt björgunarstarf sem á sér stað í Palestínu. Íslenska ríkisstjórnin ákvað að draga úr og hætta mannúðaraðstoð. Nei, á því augnablikki þegar verið var að fremja þjóðarmorð á fólki. Ekki að gera það. Það sem ráðherra sagði á þessum tímapunkti var það að þau ættu að frysta greiðslur á meðan verið var að skoða. Á sama tíma. Það voru ekki einu svona greiðslur. Það er bara bein þáttaka í þjóðarmorði og ekkert annað. Jú, það er það. Og ég vona að þeir valdamenn síðan á Íslandi sem gerðu það verði dregnir til ábyrgðar fyrir það og verði látnir svara til saka fyrir það að hafa tekið þar með lagt sitt litla lóð á vogarskálar þess að þjóðarmorð í Palestínu haldi áfram. Það er það sem íslensk stjórnvöld gera. Ég vil bara að þetta fólk sé bara sótt til saka fyrir þáttöku í þjóðarmorði. Að sjálfsögðu.
Vá! Ég meina, hvað Ertu í það alvöru, annað trúirðu þessu í alvöru? Hefur farið fram hjá þér hvað er að gerast á Ég Gaza? trúir Hefurðu þessu í fylgst með alvöru. því? Auðvitað hefur það ekki farið fram hjá mér. Já. Auðvitað við Og fylgjumst segðu þú mér, hvað ert þú að Leyfðu gera mér til að aðeins stoppa klára. það? Já, Hvað ert þú að leyfðu gera mér sem aðeins að þingmaður? klára. Þú ert að Þegar hrósa þú þér ert fyrir að halda það þessu að fram þú sért að gera eitthvað í því. íslenskir ráðamenn Já. sé að stunda Þeir þjóðarmorð eru á Gaza. þátttakendur í því, að sjálfsögðu. Það er bara vá, ég er orðlaus sko. En Já, við skulum bara farðu þá það er aðeins yfir þátttaka í þjóðarmorði, að það sjálfsögðu. förum þá aðeins yfir það hvað Ísland hefur gert í aðstoð við Palestínu og á sama tíma og ákveðna greiðslur voru frystar vegna mjög alvarlegra ásakana Nei, já. þá var verið að setja Já, aukið fjármagn upplognar eins og allir vita. eins og allir, já, ok, allt í lagi, heyrðu, en það var sett auki fjármæði í aðra mannúðarástöð á Gaza og að sjálfsögðu hefur íslenska ríki og íslensk utanríkisþjónusta greitt atkvæði þannig að það eigi að verða vopnahlé strax á Gaza og það þurfi að koma þarna inn mannúðarástöð. En mér finnst þetta viðhorf hérna, sem ég svolítið fann fyrir hérna svona í upphafi þessar átaka, mér finnst það alveg svakalega furðulegt. Þegar fólk hérna upp á friðsæla Íslandi horfir á íslenska ráðamenn, sakar þau jafnvel þjóðarmorð eða þátt í barnavorðum og eitthvað, þá hugsa ég stundum býtu hvert íslensk samfélag farið? Þarna ertu hneyksluð. Þarna er ég stórhneyksluð. Ég er stórhneyksluð. Ég bara viðurkenni það. Ég er stórhneyksluð á þessum viðhorfum. Hneykslast ekki á þjóðarmorði sem er að eiga sér stað fyrir framan augun. Alþjóðadómstóllinn, hann úrskurðaði að það yrði að stoppa átökin strax og yrði að færa fólkinu Ég er algjörlega sammála því. Það ætti að stoppa átökin strax. Á sama tíma þá dró Ísland úr aðstoðinni. Nei, það dró ekki úr aðstóðinni, það er stórmáli, það dró ekki úr aðstóð til Palestínu, það var auki fjármagn í aðra mannúðarástof og það var fryst greiðsla tíma á meðan var verið að skoða mjög alvarlegar ásakanir sem uppi hefðu verið. Já, það var ekki tæft í þessu. Það eru fleiri þjóðir sem gerðu þetta. Það var ekki tæft í þessu. Og skömm þeirra er mikil og þetta er skömm okkar allra og þetta er eitthvað sem mér finnst svo ótrúlega. Við sitjum hérna og við erum að tala þú veist, ég meina kosningar og fylgiflokka og ríkisstjórnir og ég tík hvað. Það er að eiga sér stað þjóðarmorð, hérna bara ekkert svo langt frá okkur, sem er að gerast með stuðningi helstu bandalagsríkja Íslands. Skiljið, með beinum stuðningi Bandaríkjanna, þetta er bara bandarísk vopn sem að verið er að varpa á saklaust fólk. Þetta er einhver viðurstyggilegasti glæpur sem hefur verið bara framinn í bara mannkynssögunni, þú veist, síðustu áratuga. Og maður hugsa tilbaka bara eins og bara Víetnamstríðið á sínum tíma. Ég meina, ekki það ég muni það í sjálfu sér, en ég meina, þú veist, þá var umræðan á þann veg að þú veist, fjölmiðlar væru að segja okkur frá því sem væri að gerast þar og það hafi skipt svo miklu máli, það var vitneskja það sem var verið að gera þar og ég meina þetta stríð var á endanum hneyksli. Það sem er að gerast á Gaza núna er margfalt verra, það er alveg sama hvernig þú mælir það, í samanburði það sem að gerðist til dæmis í Víetnamstríðinu. En við sitjum hérna og þegar við reynum að ræða þessi mál af alvöru, þá brýst út hneykslunnin, hún er vegna einhvers allt annað, hún er út af einhverju sem út af einhverjum grunum það að Palestínum og hneykslun á því að við séum að tala bara það að axla eðlilega ábyrgð. Þú verður að skilja hvað þýðir að bera pólitíska ábyrgð. Þegar þjóðarmorð á sér stað, þá átt þú eina skyldu. Hún er svo að standa gegn því. Ef þú ert stjórnmálamaður í forsvari fyrir íslensk stjórnvöld eða situr á þingi, þú átt eina skyldu, það er að standa gegn því og gera allt sem þú getur til þess að stöða. Við verðum að leipa, þú vilt blanda þér í þessa umræðu? Já, mér finnst þetta mikilvægt að við höldum því til haga að það er mjög skýrt af alþjóðasáttmálanum þjóðamorð, hópmorð eins og þetta heitir á íslensku, að öllum aðildarríkjum og í raun öllum ríkjum heims ber til þess mjög rík skylda. Verði hún þess vör að þjóðamorð sé í uppsiglingu eða yfirstandandi að gera allt sem í sínu valdi stendur til þess að stöðva það. Eða líklegt, eins og alþjóðadómstóllinn sagði. Já, það er það sem ég er að segja. Og nú erum við með 3 úrskurði alþjóðadómstólsins í Haag. Þar sem eru hver öðrum alvarlegri þegar kemur að mati á því hvort að þjóðamorð standi yfir. Og síðasti úrskurðurinn segir í raun bara að þau verða að hætta hernaði sínum á Gaza. Ísrael verður að hætta sínum hernaði á Gaza og þau hafa aldrei viljað ganga þetta langt. Alþjóðadómstóllinn einfaldlega vegna þess að mótaðilinn sem ætlaður er í þessum ég ætla ekki að kalla þetta átök í þessu þjóðarmorði er ekki aðili að Sameinuðu þjóðunum, þú veist, þeir hafa ekki lögsu yfir honum og þess vegna hafa í raun ekki vilja fyrirskipa ísraelska hernum að hætta en þeir fóru eins nálægt í að þau mögulega gátu
og vandamálið gagnvart Ísrael að það hefur alltaf fengið að vera undanþágan frá reglunum alþjóðalög að gilda og það eru auðvitað líka aðrar undanþágur, sérstaklega þegar kemur á stórveldunum. En framist að íslenska stjórnmálamanna refsiverð? Hvað það? Ég vil ekki ganga svo langt að segja að framist að íslenska stjórnmála sé refsiverð. Ég myndi vilja segja að við séum ekki að uppfylla þá skyldu okkar að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Ef við værum að gera það, ef að íslensk stjórnvöld væri að gera það, þá værum við að fara fremst í flokki þeirra sem var að berjast fyrir viðskiptaþvingurum heim allan á hendur Ísrael. Það væri ekki núna fyrst Emmanuel Macron einhvern veginn farin að svona viðra það eins heldur væri við löngu búin að því ef við tækjum þetta hlutverk okkar alvarlega. Við værum líka búin að draga verulega úr okkar stjórnmálasamskiptum við Ísrael sem ekki mikið, en það samt alveg hægt að taka skref til þess að sýna okkar vanþóknun á því sem í gangi. Við værum að nota öll tækifæri sem við hefðum á alþjóða vettvangi til þess að benda á þetta þjóðamál. Við hefðum gengið til liðs við Suður Afríku í málaferli sínum gagnvart Ísrael varðandi brot á samningnum gegn hópmorði. Við værum að gera A, B, C, D, E, F, Y hérna, sem við erum ekki að gera og svo getum við borið saman einmitt eins og við erum líklega að reyna að fara að benda á hvernig við höfum okkur gagnvart Úkraínu og svo hvernig við höfum okkur gagnvart Gaza og það bara heiminn og haf þar á milli. Þórdís Kolbrún sem að mörguleyti stendur sig bara mjög vel sem utanríkisráðherra Íslands, þegar hún talar Úkraínu þá talar hún að ríki eins og Ísland eigi allt sitt undir hinu svokallaða rules-based order. Það að segja að alþjóðalög verða að gilda, verða að vera virt. Við eigum allt okkar líf sem frjálst samfélag undir því að þetta virki. Þjóðamorð á Gaza skýrasta dæmið að það virki bara fyrir þá sem eru hinum valdamiklu þóknarlegir hverju sinni. Og akkurat núna það Úkraína, hún svona virðist njóta einhverjar verndar og njóta einhverjar samúðar heimsvalda sinnana en ekki Gaza. Og við erum búin að horfa upp á skipulagt, tilkynnt, ég meina, þú veist, það komin handtökuskipun á hendur Netanyahu, það komin handtökuskipun á hendur varnarmálaráðherra Ísraels, eða það minnst að búið að sækja hana, ég svo sem ekki búin að fylgjast með hvernig fór fyrir þessu máli hjá SEC, sko alvarleg brot á mannúðalögum, stríðsklæpi og það eru komnir allir þessar úrskurðir frá Alþjóðadómstólnum í Haag og ef þetta væri eitthvað annað ríki, ef þetta væri Rússland bara eitthvað annað ríki, haldið við værum ekki komið viðskiptaþvinganir af hálfu Evrópusambandsins og Bandaríkjanna á hendur ríki sem að virðir bara Alþjóðadómstólinn í Haag gjörsamlega vetti sem komið með handtökutilskipun frá Alþjóðastríðsdómstólnum á hendur sér. Og ekki það bara það að það sé ekki viðskiptaþvinganir, heldur það bara beinn stuðningur. Já, og beinn hernaðlegur stuðningur frá Bretum og frá Bandaríkjanum. Og það náttúrulega má í raun og veru og ber að líta á þetta þjóðarmorð sem bara, þetta bara proxy war sem þetta bara stundað af bandarískum stjórnvöldum. Það eru bandarísk stjórnvöld sem að fjármagna það og minna það að bandaríkjamenn buðu Netanyahu ávarpa sameinaðar deildir þingsins. Já. Og þeir rufu ræðu hann 60 sinnum að þeir voru svo klöppuðu svo mikið. Það var náði valla, þeir voru svo ánægði með hann. Mann sem blóður upp að öxlum og langt upp fyrir haus. Mér finnst alltaf áhugavert að rifja upp, 1982 voru Ísraelar með eina af sínum innrásum í Líbanon og þar voru framin fjöldamorð á saklausu fólki. Ronald Reagan steig fram þá á þeim tíma og skammaði stjórnvöld í Ísrael opinberlega og líkti þeim við helförina. Skiljiði. Mér líður stundum eins og það hefði átt sér stað einhver svona siðmenningarleg hnignun hjá okkur. Í okkar bara stjórnmála umræðu og bara í því hvernig við horfum á heiminn og atburðina í kringum okkur á síðustu áratug. Ég er líka hugsa Víetnamstríð. Það var heil hreyfing, heil kynslóð fólks sem ofbauð svo ofbauðslega það sem þar átti sér stað. Út öll lönd Evrópu voru hreyfingar þar sem fólk var að mótmæla út götum, allir voru sammála að þetta gengi ekki. Og endanum myndaðist líka konsensus það, þú veist, innan fjölmiðlanna og í stjórnmálumræðinni, en það það sem við sjáum ekki gerast hér. Við sjáum stjórnmálin, fjölmiðlanna og svona hérna opinberu umræðu í bara einhverju algjöru tengslaleysi við þetta. Þú veist, það bara leið og reyndir að tala þessa hluti sem það sem þeir eru, þjóðarmorð sem að eiga sér stað með stuðningi Íslands og bandalagsríkja Íslands, þá bara kemur hneykslun á einhver allt öðru.
það hneykslun á því að þetta var svo dónalegt að segja þetta og getur ekki verið að þú sért gyðingahattari eða getur ekki verið að Palestínumenn séu nú líka bara vondir og það er alltaf eitthvað annað sem er tilefni til reiði og hneykslunar. Ég var bara til að sjá því að tímabundis verða reiði yfir því sem verið að gera við Palestínumenn á Gaza. Ég reið og sár og örugglega allt tilfinningarófið eins og held ég allur íslenskur almenningur þegar hann sér hörmungarnar sem eru að gerast á Gaza. Það er hryllilegt, það er algjör hryllingur. En mér finnst þú teikna þessa mynd upp hér með mjög einföldum hætti. Og svo kemur þetta að málið sé svo flókið. Þetta er svo flókið. Það er ekki til einfaldara mál. Nei, þetta er nefnilega, út af við vorum að ræða um Úkraínu áðan. Það er mjög einfalt mál. Það er hins vegar einfalt. Frjálsvalda ríki þar sem að annar ríki ræðst yfir landamærin. Og hvað er Ísrael að gera annað nákvæmlega það? Og er búið að vera að gera áratugum saman. Já, en ég meina, er ekki ár í dag síðan 1947-49? hryðjuverkar árás Hamas var inn eða gær eða eitthvað sem þú vilt meina sé rót vandans og rót þessara átaka? Nei, ég meina rót vandans er svo gömul að ég þekki það ekki. Ég ætla að leyfa mér að efast það að þú þekkir það í... Viltu þá ekki bara kynna þér það? Og auðvitað veistu það alveg. Þú veist hvað er að gerast í Líbanon, þú veist hvað Íran er að gera núna. Gagnvart Palestínumönnum og gagnvart Líbanon. Og hvað er Íran að gera? Ég var að tala um stöðu Írans í öllu þessu máli. Hvernig hefur Íran verið að ráðast á í þessu máli? Íran hefur verið að fjármagnaði Hamas, innrásinnar hjá Hamas. Ég menn, akkur heldur Ísrael sé núna að senda sprengur yfir til Líbanon? Já, en er ekki Ísland að fjármagna andspyrnu Úkraínumanna gegn ólöglegri innrás? Ég meina, akkur mega ríki ekki fjármagna þá bara löglega andspyrnu gegn innrásum? Þá ertu að segja bara, það sem Íransstjórn er að gera bara fínt. Klerkastjórnan í Íran með sínu óbeina stríði er ekki ríkisstjórn Íslands búin að styðja vopnasendingar til Úkraínumanna til þess að verjast ólöglegri innrás í þeirra land? Og ert þú svo að gagnrýna Íran fyrir það að gera nákvæmlega saman við Palestínu? Já, ég gagnrýni Íran og það leiðir mér að gagnrýna Íran bara í öllu þess að þeir gera fyrir utan að þeir séu ekki virða mannréttindi eigin þjóðar, þá eru þau stöðugt að fjármagna hryðjuverkasamtök sem eru að ráðast inn í önnur lýðræði. Hér sjáum við fáum svör við þessum spurningum. Af hverju má ríkisstjórn Íslands styðja Úkraínu með vopnasendingum til þess að verjast innrás frá öðru ríki en það er glæpur að Íran styðji Palestínumenn til þess að verjast áratugalöngum Íran hefur stutt hryðjuverkasamtök sem hafa stöðugt verið að ráðast gegn. Ísrael er hryðjuverkaríki sem er stutt af Bandaríkjunum og Íslandi. Ekkert sem Palestínumenn hafa gert nokkurn tímann. Ef Íran er svona gott en Ísrael er hryðjuverkaríki þá erum við náttúrulega bara Íran hefur ekki verið árásaraðili, hefur ekki verið að ráðast inn í ríki að löndum. Íran beitir þessari aðferðafræði að fjármagna hryðjuverkasamtök annars staðar vegna þess að þau hafa ekki herafla í að verja sem er hvað? Hamas og Hizbollah verða ráðast inn í fullvalda ríki. Við verðum að fara hleypa næsta fólki að Þórhildur Sunna, Bryndís Haraldsdóttir og Viðar Þorsteinsson. Ég þakka ykkur fyrir komuna. Og hér eftir hér verður hrun, við ætlum að fara yfir hrunið. Það er hrundagur í dag, 7. október. Og dagurinn sem þú varst að minnast í, hann er á morgun, 7. október. Og kannski fjöllum við við Rauðaborðið fjöllum við meira Palestínu. En svo má heyra hér er full þörf á því að Íslendingar ræði þessi mál fyrir það á morgun. En núna eftir að áverða hrunið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Þannig að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, herðu, það 7. október í dag sem að stundum kallaður hrundagurinn. Þetta Guð bless Ísland dagurinn. Fyrir 16 árum að þá voru Íslendingar á svona tímamótum og þetta verið kallað hrunið og því fylgdi margt að búsáldabyltingin og stjórnarskrárbreytingar og alls konar hlutir. En það sem að við okkur langar til að ræða kannski núna í tilefni þessu, því þetta náttúrulega merkis viðburðir sem að voru hér fyrir 16 árum og hafa haft mikil áhrif á pólitíkina og samfélagið og já, kannski miklu meiri áhrif heldur en að við gerum okkur oft grein fyrir. Það svolítið svona samkeppni að skilgreina söguna, hvað var hrunið og var hrunið nokkuð og þeir kannist við þetta allar umræður. Þannig að við fengið hingað fólk sem þekkir hrunið og fjallað það með einhverjum hætti. Hérna Jón Þórisson arkitekt, en að því hann arkitekt að þá fylgir því að hann var aðstofamaður Evu Jolie sem að hér kom íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar. Guðrún Johnson, hagfræðingur, sem hefur skrifað bók um hrunið, ekki? Já. Og hér líka sagnfræðingur, Þorvaldur Logason. Heimspekingur? Heimspekingur, já, fyrirgefðu, heimspekingur. Sem að skrifaði bók, reyndar heimreiðaklíkuna. Heimreiðarelduna, já. Og það má eiginlega segja að hún fjalli hrunið, aðdraganda hrunsins. Já, hún orsakir hrunsins og klíkuna. En verið velkomin að eitt getur við spurt hvað var það sem að hrundi? Svona þegar við horfum 16 ára aftur í tímann. Fjármálakerfið hrundi. Það var bankarnir fjallu og ef að ríkið hefði ekki haft bólmagn til þess að bjarga þeim, þá hefði náttúrulega farið mjög illa. Þannig að það það fyrst og fremst það sem hrundi, allavega í mínum huga sem hagfræðing. En það var ýmislegt annað sem hékk á spýtinu þetta, svona kannski þessi pólitík, ég nú ekki kannski sérfræðingur í því, en þessi pólitíska
uppsetning sem við vorum ólust öll upp við, fjórflokkinn og svona, það náttúrulega breyttist í kjölfarið. Já, hrundi allt saman, sprakk allt upp. En náttúrulega það sem hrundi náttúrulega í heild hrundi allt í raunum. Þetta var samfélagsleg hrun bara í pólitísk hrun, þetta var efnahagsleg hrun, þetta var stjórnarfarsleg hrun, þetta var fjárhagsleg hrun í heimilina, þannig að það hrýnur allt. Siðferðilegt hrun. Samfélagssáttmáli hrundi. Samfélagssáttmáli hrundi. Kom í ljós að hann var falskur eða eitthvað nátt, eða hvað? Já. Er það ekki þannig, Guðrún, að þó að bankarnir hafi hrunið, að ef þeir hefðu bara hrunið og við reist á við aftur, þá erum við búin að gleyma þessu bara. En við munum þetta því að það bara einhvern veginn. Alveg rétt hjá þér, já, ég held að það sé rétt hjá þér. Það var sko eins og bara í Asíukrísinu til dæmis, að það er svona sambarileg sko félagslegar afleiðingar af þessari fjármálaáfalli sem á sér stað, fólkið hættir að treysta stjórnvöldum. Og við sáum það náttúrulega mjög glögglega í rannsóknum að allt í einu var ekki hægt að benda, það er ekki hægt að sýna fram á þeir inn í gögnum. Þessi tiltekir hrun, það var bara svona jafndrift, það er alveg jafnlíkt að draga næsta mann sem hafði mikla trú á stofnun samfélagsins og þeir sem hafði litla trú eða svona millimikið. En já, það sko, og þetta er svona óskaplega svona, hvað segir maður, skelfilegi tímar að þýldum til að það var svo mikið óöryggi og mikið stór hluti fólk sem hafði reist sér hurðar á sem aukslu eða ekki og svo bara þetta afleiðinga af því að krónan náttúrulega gaf undan þunganum á fjármálaslæðinu sem ekki lengur birtist upp að ströndunum að krónan auðvitað fjall sem gerði það verkum að verðbólgan fór hérna af stað. Fólk misti vinnuna, við vorum með 9% atvinnuleysi strax eftir hrunið og nú segi ég sko, fólk verður svolítið reitt ef maður segir þetta sé ekki hrunið því að við erum ánum vön því að nota þetta hugtak. Þannig svona í einhverjum öguðum hagfræðigreiningum þá ætti maður að tala fjármálaáfallið þegar að fjármálakerfið getur ekki lengur sko miðlað fjármagni milli sparifjáreigenda og fjárfesta. Já, það var svona það sem þetta gerðist, þetta er svona það sem við kallum social fabric sem að í rauninni trosnaði upp. Já. Það verður náttúrulega annað, já fyrir ekki því. Nei, ég ætla að nefna bara að þá hrunið hafði orðið 2008, þá náttúrulega byrjar þetta, það er lagt í kannski áratug áður en þetta byrjar alls með löggjöf frelsi á fjármálamarkaði og breytingar á öllum lagaramma samfélagsins sem grundvöllurinn að því að þetta var hægt. Og svo náttúrulega verður hrun 2006 en það bara einhvern veginn menn tróða sér í gegnum það með einhverjum blekkingum en náttúrulega hrunið Íslandskrísan páskana 2006. Já, þá hefðu bankakerfið átt að hrynja. Já, ég held að reynda sko það var svona eins og rannsóknarnefnd Alþingis kemst að niðurstöðu árið 2006 hefði verið hægt að bjarga sko félagslegu hliðinni. Það er að segja að með því að verja fólkið við falli og taka utanum og láta launinu löggjöfina virka. Því að það var farið fram úr menn brutu lög og það var eftirlit sem var slakt og sem gerði það verkum að þetta gekk náttúrulega miklu lengra heldur en hefði mátt gera og þar af leiðandi hefði hugsanlega ekki sko, þessar hræðilegu afleiðingar orðið átt sér stað gagnvart almenningi. Og í stigmögnuna eftir 2006 að fara bankarnir að gera eitthvað sem haldaði sig að bjarga sér en gera allt illt verra og búa til hrun sem hrynur yfir fólk. Já, það er nefnilega þannig sko. Já, halda kannski ekki alveg til enda þið síðan að bjarga sér. Ekki kannski 2008, þá vita þeir eru farnir sko. Þá verður kannski að bjarga sjálfum sér sko, þessi eigendur en ekki bankarnir voru ekki endilega að bjarga sjálfum sér. Nei, en kannski aðgerðirna sem eru gripið til 2006, þá halda menn kannski að þeir séu með einhverju að starta ISAVE og gera hitt og þetta til þess að breyta businessmódel í bankana, að þeir séu að bjarga bönkunum. Og bankarnir séu svo mikilvægir við verðum að bjarga þeim, af því að það er eiginlega óhugsandi nýja Ísland án þess að hafa þessa banka og menn fara út í og stjórnvöld og stjórnmálamenn styðja þetta raunverulega. Einmitt, það er stóru mistökin sko að líta ekki sko að það fylgdi ekki stefnumótuninni að setja upp öflugt fjármálaeftirlit. Því ég er nú ekki sammála því sko að það hafi verið óráð að einkavæða bankana
og fara út í þessa sko svona fjármálalegu diffkum sem að fylgir sko bara þróun ríkja almennt og yfirleitt. Þú veist, það er ábati í því að gíra samfélagið upp eða að vera með lán til grundvallar fyrir vexti, hagvexti, bara þess að bæta lífskjör. En ef að menn ætla sér sko, og svo var náttúrulega óráða að ímynda sér að Ísland með lítinn gjaldmiðil gæti sko staðið undir því að vera einhvers konar alþjóðleg fjármálamiðstöð. Það var náttúrulega mjög það var stefna stjórnvalda. Það var svolítið stefna stjórnvalda, allavega einstaka stjórnmálamanna held ég. Og skýrslur það. Og skýrslur og nefndir. Sigurður Einarsson var formaður þessar nefndar, Sigurður Einarsson Kaupþingi. Ég man ekki betur en var það ekki bara Hannes Hólmsteinn sem skrifaði skýrslu Ísland sem alþjóðlega fjármálamiðstöð. Skrifaði bók. Og rökin fyrir því, ég man eftir því að rökin fyrir því að hafa fjármagnstekjur svona lágar og afnema eignaskatta og fleira röki voru meðal annars þú að þetta myndi lokka hinga sko peninga til að koma hinga, þannig að mér finnst þetta að vera bara gegnum gangandi í alla þessu öld eða svona fram að hruni. Þetta væri leiðin sem við varum að fara. En ég má sko með spurninguna hvað hrundi, þannig að hrundi líka samskiptin við alþjóða fjármálakerfið og pólitísku samskiptin við bara allt alþjóða stjórnkerfið eins og laði sig. Það er náttúrulega risastór atburður sko og Icesave og svo framvegis, þannig að svo höldum við til haga hvað hrundi sko. En það má líka halda því til haga, það var eitt sem hrundi ekki nema kannski að hluta til og það var auður sumra aðal geranda í ráninu. Og það var aldrei til dæmis í rannsókn saksóknar var aldrei farið í að elta peningana til útlanda. Ég man ekki betur en Jón Ásgeir hafi fengið útflutningsverðlaun forseta Íslands 2006 eða 2007 aðalega fyrir að flytja út peninga og peningar kom aldrei. Björgúlfur var vissu gjaldþrota sko. Tæknilega. Einn ríkasti hann ekki ennþá að lista yfir 50 ríkustu menn í Bretlandi. Eldri pappin var gjaldþrota. Honum að forna fyrir heildina. Það er kannski förum yfir það kannski eftir sko ef eitthvað hrundi og það hrundi náttúrulega hverjir liggja ennþá og hverjir hafa verið reistir við. Það er náttúrulega stór saga. En er þetta ekki bara allt saman ennþá í gangi? Hrunið? Já. Sko, við vorum að ræða pólitíkina áðan og mér fannst það svona að vera að tala hnignun og hrun Sjálfstæðisflokksins og ég held að það sé ekki hægt að skilja það nema í samhengi við hrunið. Nei, við lifum í eftir hruns tímabili. Það var nú einn af fyrstu dögum mótmælan á Austurvelli, þá með minnir að það hefur Elisabeth Jökulsdóttir skáldkona var á Austurvelli með skilti þar sem stóð haldið ró ykkar meðan ránið stendur yfir sem er mjög stæla betra heldur en Helvíts fucking fuck merkið sem var svo einkennismerki búsáhaldabyltingarinnar. Sem var svo sem mjög gott. Sem var enda mjög gott og er mjög gott, já. Og kannski hægt að nota við fleiri tækifæri heldur en hitt. En eitt þegar þú sagðir að sumir hefðu reist sér svona, hvað sem burðar á sem öxl. Sumir hefðu bara skulda á mikið. Að það er náttúrulega hluti af íslenska hruninu svona fastegnabóla sem er keyrð áfram að auknu aðgengi að lánsfé og það voru fleiri sem að komu og það voru með erlendu lánin og það var svona mikill hvati í kerfinu að almenningu skuldsetti sig mikið og ég held að það hefur bara stökkbreyting í því hvað almenningu taldi sig mega skulda eða geta skuldað sem ég veit ekki alveg hvort það hefur gengið tilbaka menn kemur stundum óvart í dag að það sé bara svona venjuleg millist þetta hjón sem að kannski skulda 100 milljónir og maður bara næri ekki alveg utan að það sko. En hluta til þá var inn í hruninu eiginlega svona subprime lánakrísa út af fasteignamarkaði að þegar að fasteignamarkaðurinn gekk tilbaka og vaxtakostnaður hækkaði að þá lenti fólk í vanda sem að má rekja til þeirra eigin ákvarðana og það hrundi undan þeim en síðan voru kannski aðra fjölskyldur þar sem sko kerfi hrundi yfir það þannig að það er svona svolítið ólíkt hvernig getum við einhvern veginn reynt að átta okkur af þessu. Ég er nú kannski eina af fáum sem myndu segja almenningur átti ekki sökamáli. Nei, ég er ekki að segja það. Bankamennir áttu sumpart sökamáli, ekki á öllu leyti. Og svo var náttúrulega ábyrgðin að stærstum hluta hjá þeim sem að stýrðu landinu og bjuggu til þessa stefnumótun.
og ef að hefði verið í sko til staðar það svona sko skuldara greining sem á sér stað í bankakerfinu í dag, þá hefði náttúrulega ekki svona mikið af fólki farið svona illa út úr þessu. Því að þá hefðu þeir ekki offjárfest í húsnæði, myndi ég segja, með við sko efni og ástæður eða aðstæður og þeim hefði verið hlíft. Því að þegar þú ferði í það sko að auka skuldsetningu, þá viðbúið að verðin hækki og svo hækkar það bara og hækkar og fólk gíra sig upp meira og meira. Þangað til að hækkunin er svo mikil að það verður ekkert hægt að taka meira láni. Þetta svona bara eins og fjármálasveiflan og útlán og þensla í eðli sínu. En var fólk ekki hvatt til að gera þetta? Það var ekki raunverið það fyrir vandamáli heldur en eftirlitið? Til að taka þessi lán, til að standast greiðslu eða sem sagt, til að fá meiri lán út á eignir, að þá gat kaupandinn eða eigandinn hringt í tryggingafélag sitt og láta hækka brunabótamatið. Og þá bara virkaði það. Bara eins og Goodwill var hækkaður í fyrirtæki sem voru selkaup milli tveggja manna. Og það er náttúrulega þetta fólk, svo þegar allt rínur, þá það með heila falsk verðmæti á bakvið sig. Af því að það sjálft hafði bara hringt í tryggingafélagi, bara góðan dag, getið hækkað, og þá var það gert og þá var þetta að lána meiri peninga. En við þurfum að passa okkur pínlítið á því að fara ekki í flatskárkenninguna. Goals að þetta hafa allt saman verið vegna þess að fólk hafi keypt of mikið og eins og í dag að verðbólgan því að kenna við kaupum of mikið í mat. Ég er bara að benda á að það sé kannski eðlilegt að þegar maður reyna að skilja hrunið að taka þetta með því að þú verður þannig hvatningu stjórnvalda undir þessu. Ég tengi þetta við samkeppnina sem kemur inn á íbúðalánamarkaðinn. Það hafði verið áður þannig að íbúðalánasjóður var með 70% af lánunum og svo voru bankarnir með hitt og svo er mikill vilji hjá stjórnvöldum að einkavæða íbúðalána hlutan, að bankarnir taki þetta og þegar Kaupþing held ég hafi startað samkeppninni með því að bjóða undir íbúðalánasjóði. Og síðan komu erlendur lánin og eitthvað fleira, þannig að það var mikill vilji hjá stjórnvöldum að ýta raunverulega undir þetta af því að einn af afleiðingum hrunsins sem ef maður horfir á þetta svona er náttúrulega þetta, er þetta ekki 300 milljarða gat sem við sitjum eftir á íbúðalánasjóði sem eru afleiðingar af því að stjórnvöld voru eiginlega hlynnt því að ný einkavæddir bankarnir tækju yfir íbúðalánamarkaðinn. Þetta er eitt af einu óuppgerða í hruninu og allur sá fjöldi sem misti húsnæði. Svo er það. Og það er afleiðingar sem enn eru í fullum gangi. Og leyndir í kringu það. Hvað var það eigninnar? Og ég held að það sé ekki hægt að ætlast til þess að almenningur geri ráðstafanir í heimilisbókhaldi sem geta gert ráð fyrir hvað var gengisfellingin. 50% eða meira. Það er náttúrulega enginn sem getur gert framtíðar áætlanir miðað við svona hamfarir eða svona áfall eins og hrunið var. En það er líka risastór spurning, af hverju voru þessu lán leyfð? Það sé lykilspurning og ef maður ætlar að fara út í það að fara í þessa fjármálalegu dýpkun sem að þýðir þá að við erum með fjármagn, eigið fé, svo bætum maður heilmiklu skuldum við, bara einfalda til þess að halda auka á tekjuflæði og skapa tækifæri og með betri lífskjör. Ég vil nú líka halda því til haga. Þetta var ekki allt til einskis. Því að lífskjörin bötnuð og þegar ég var að alast upp þá var ekkert fjölbreytilegt atvinnulíf á Íslandi og það batnaði heilmikið. En hins vegar er það sem að Þorvaldur segir sem að það átti að sjá fyrir því að bankarnir væru með þá innviði sem þyrfti til þess að fara í þannan vöxt og hann yrði ekki of mikill og þetta er bara eins og núna ef ég má taka yfir orðið, Þorvaldur, ég er eiginlega búin að hjóla í því svolítið, ég er að reyna að greina þetta, þegar maður er komin í gang einhvern veginn þá er þetta að stoppa, en ég er aðeins að vera að hugsa þetta út frá bara svona einföldum kenningum hagfræðinnar, framleiðslu, ef ég má í eina mínútu, að þá ef bara Cobb Douglas falli sem að lýsir því hvernig framleiðsla á sér stað og hverju leggja til, þá er það framleiðnin sem að skapast, ef við gerum hlutina betur sem að háskólasamfélagið leggur til og svo er það kapitalið, það kemur með 30% og svo kemur vinnuaflið með 70%. En fallið það er minnkandi jaðarafköst af þessum þáttum
og ef þú setur of mikið af kapital í eitt verkefni þá ljóst að það mun ekki nýtast að fullu, ekki frekar að þú setur of mikið vinnuafl, alltaf marga eina framleiðslulinna, bara til þess að ljúka þessu, þá eru bara stjórnvöld að gera mistökin aftur, bara þeir eru að núna að flytja inn vinnuafl en masse, áður var það að flytja inn kapital en masse. Þannig að menn þurfa nú aðeins að sko bara þegar þeir fara að bölsótast yfir sko krónunni og einhverju verðbólgun og svona, bara hugsa kjarnan, hugsa hvaðan kemur þetta og hvernig hagstjórnin er. Það var ekki vandamál í hruninu að fólk væri með of mikið af kapitali í vextinum. Þannig að frægsetning sem var höfð held ég eftir Jóni Ásgeiri sem að það verður svo þröngt að fá lán núna að maður geti ekki lengur fengið sko lán fyrir eiginfínu. Nei, það er kapitalinn, sko, það er skuldir, skuldir einhvers er kapital einhvers annars. Þannig að það er sami þáttur. Já. Þorvaldur fyrir ekki. Viltu ég segja eitthvað? Hvað var það? Veitu, á hverju voru gengislánin leyfð, sko? Það er bara risastór spurning. Ég held að hafi verið pólitísk ákvörðun að flýta fyrir einkavæðingu á íbúðalánum á Íslandi. Þau hafðu tilheyrt ríkinu áður, það var mikill vilji Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að láta þetta bara ganga til svipað að vera að gera núna með áfengissöluna. Að þó þetta var ekki gert á yfirborðinu, þetta var eins og bara leyft að flæða yfir og þegar þeir væri búin að taka þetta yfir þá er ekki aftur snúið. Þannig þá munum við eiga íbúðalánin í framtíðinni eins og var raunin. Það hefur aldrei verið nein pólitísk umræða nema held ég frá sósíalistum að endurreisa íbúðalánasjóð þannig að það verði ekki hægt að byggja hér upp húsnæðiskerfi nema að hafa miðlægan sko íbúðalánasjóð sem að getur stýrt vaxtastigið til þeirra sem að hafa minna milli hendana sko. Þannig engri þjóð tekist að byggja upp húsnæði fyrir svona millitekju fólk og þar fyrir neðan. En sko stór spurning er bara á svöruðum og þú svarar hann kannski til en sko ríkisstjórnin sem setti þessi gengislánalög það var Davíð Oddsson og félagar skilurðu og síðan fer Davíð yfir í Seðlabankann og ríkisstjórnin situr ennþá og Geir og þeir félagar og þeir leyfa þess að ganga og þegar maður reynir að fá svör frá Seðlabankann sem ég reyndi sko, varðandi þessi gengislán og varðandi ýmislegt í Seðlabankanum þá bara lok og læs og við fáum aldrei svör því að þeir hljóta að hafa vita ég meina guð minn almáttugur, þetta er bara svo einföld lög, þetta er bara bannað skilurðu. Já, það var náttúrulega vegna þess að sko það var gjaldeyris ójöfnuður á efnahagsreikningu bankana. Þeir fengu lánaði erlendri mynt og svo lánuðu þeir út krónur. Þá myndast gjaldeyris áhætta sem þeir vildu náttúrulega eyða og þarlendi var náttúrulega heppilegt að því að vaxtastigið hafði hækkað og fólk vildi komast undan háum vöxtum. Þau eru bara að varpa áhættunni yfir almenning. Það er það sem þeir eru að gera þetta. Að bera svona áhættu. En löginu þetta svo kemur á daginn að það var bara ólöglegt allan tíman sko. Og það skilur þetta þessar risastóru spurningu, þetta er bara einfalt mál, einfalt lög, bara að lesa þetta á 5 mínútum og við búum mál og mennir sem setti þetta hafa eftirlitið. Hefðu átt að vita betur. Já, ég held að eftirlitið þarna hafi bara ekki verið nægilega burðugt sko. Já, ég held reyndar að það hafði verið lagatúlkun sem var þarna inn á milli, þar að segja að bankarnir hafi verið platað eftirlitið, sko, þó það hafi aldrei almennilega komið fram, að þetta verði bara hagkvæmlega þeir gætu farið í kringum þessu lög hvort það er. Ég held að það hafi verið tryggt. Ég held að þetta er mikið til því sko. Það var líka sko, það var svona verið að reyna að búa til einhver svona fjármálalegan gerning sko, sem að þetta átti að vera krónur en samt undirliggjandi áhætta lág í gjaldeyris. Þannig að sko úrvarð að sko í rauninni átti þá að fara að ívilna fólki sem tók gjaldeyrislán með samanborðið þeir sem tóku verðtryggð lán að þeir fengu afskrifað þessar og sátu svo með lán sem voru reynir meira sko í íslenskum krónum en á erlendu vöxtum og það bara það er bara manni dettur það ekki í hug sko svona bara út frá faglega heitum í rauninni. Og það var margt í hruninu sem var þannig til dæmis að þegar að fóru hallöndu fæti á bönkunum og það lánuðu þeir vildarfélögum sínum peninga til að kaupa hlutabréf í banka sem að ég held að þú færði enga bankamann í heiminum til þess að bara ránkóla ekki augunum yfir sko. Hverjum datt þetta í hug? Já, þetta er eiginlega bara vísleið til glötunar sko. Já, það skrifaði ekki hvað heitir hann fyrir undirritstjóri heimildarinnar skrifaði bók sem að bankin sem átti sig sjálfur
og náttúrulega verulegu leiti þá, ég man ekki betur, ég held að ég hef nú verið fyrsti maður sem skrifaði Altani, bara sem fótgönguliði bara hékk á netinu í miðju hruni og var að velta fyrir mér hvernig þessi kaup hefðu gerst. Og þá bara láða í augum uppi þegar maður fór að skoða málið að það gat ekki verið að alþjóðlegur fjárfestir með þá sérþekningu sem Altani hafði aðgangað myndi kaupa hlutabréf í bankanum eins og hann var þá. Og svo náttúrulega kom í ljós seinna að þetta var náttúrulega bara blekkingargjörningur. Og eiginlega mest af því sem var gert í kerfinu í aðdraganda hrunsins var þannig. Bankarnir þeir gáðu út skuldabréf hver á annan sem þeir fóru með upp í Seðlabanka og seldu. Ástarbrefin svo kvöldu. Ástarbrefin, já. Og fleira og ég meina maður veit ekki hvar maður á að byrja að enda í umfjöllun allan skítinn sem var í gangi hérna í aðdragandarum og enginn skildi, eða fáir skildu vilja horfast í augu við hvað var í gangi. Það er líka bara stór spurning, sko, hvenær byrjaði þetta, sko, hvenær byrjuðu markaðsveikin, sko? Byrjaði þetta ekki bara með fyrstu einkavæðingunni, 98 sannlega. Ég maður það var brandari í fjölskyldu minni. Stórt mál að sko, þetta byrjar sko jafnvel 98 með það sem með, hvað kallar þetta, markaðseftirlit með sjálfum sér, nei, hvað heitir þetta, viðskipt af eigin viðskiptavakt, sem koncept sem vantarlega ekki til, sko. Viðskiptavakt í eigin bréfum, sko, og þá er með banka í því og þetta byrjar sannlega 1998. Ég held að við getum sko litið bara til gagnanna sem liggja fyrir til grundvallar í rannsóknarskýrslunni, þessari stóru, að þar sjáum við að þetta byrjar rauninni kringum, gæti verið 98, ég þarf ekki alveg að fara með það, alveg örugglega 2001. Biblið var með það 98. 2001 það voru sett upp sko aflandsfélög á Gunnse eða Mön og sem Landsbankinn átti og fjármála eftirlitið á þessum tíma gerði athugasemd við þetta svo þeir skiptu í rauninni með sér sko hlutverkin á því að halda út þessum bréfum og eða létu sko Landsbankinn gaf út sjálfskuldabyrgð á Kaupþing sem hélt svo bréfunum, þannig að Kaupþing var þá nett af allri áhættu en í rauninni lá all áhættan á Landsbankann. Og það er alltaf kriminelt, sko. Þetta er hluti af markaðsmisnotakunni og svo þetta eru þeir komnir í vandræði með það þeir eru komin svo mikið af eigin bréfum inn á sinn reikning, beint eða óbeint og þá fara þeir að sko reyna að stýra verðin á markaði og það er þá sem að fjárfestar eru blekktir, bæði lífeyrissjóðir og þetta almenni fjárfestar og erlendir aðilar ná að hins vegar að sko kalla inn auka tryggingar þarna 2007 en þá grípa íslenska bankarnir í það ráð að svona bjarga sínum stærstu eigundum með því að lána þeim fyrir eigin bréfum og þetta allt saman er ekki í lagi sko og ekki bara menn sátt inni fyrir þetta. En ef við færum aðeins aftar í söguna þegar einkavæðing bankana í sjálfur er kriminal gjörningur. Þar er beitt blekkingum eins og var gert með einkavæðingu Búnaðarbankans og þá var brandari í minni fjölskyldum að við ættum að kaupa Landsbankann og hvernig gerir maður það? Jú, maður skrifar undir samningin og svo bregður maður sér inn fyrir búðborðið og segir hvað var það mikið og borgar úr sjóðum bankans og það var basically það sem þeir gerðu. Ólí, svona. Já, og við Búnaðarbankanum að það var eiginlega einhver lítill banki út í heimi sem var notað sem frontur af því að var skilyrðum að hafa einhvern erlendan, það var bara blekkingarleikur. Já, þá var ég fréttareistur á Fréttablaðinu og við náðum aldrei sambandi við en hvað heit hann? Anhauser. Þetta er nú bara koparskilti einhvers staðar í Sviss held ég, þetta sé ekki mikið meira. Ég sendi blaðamann til Þýskaland. Og til að reyna á viðtali við þau og hann hringi svo í mig daginn eftir að mætti það, eða daginn sem hann mætti þarna fyrst og hann sagði þetta er ekki neitt, þetta er bara einhver svona gömul kona í afgreiðslunni og það er enginn annar og hún bara fær á hún kaffi svona á og til og sagði má ekki bara koma, nei og hann hékk hana í eina vinnuviku á biðstofunni og það var aldrei neitt sem gæti bara ábyrgð á þessum sjóði sem mætti og hann fekk aldrei möguleika að tala um nokkuð. Hann bæði 5 daga, það var Hjálmar Blöndal, hann var 5 daga hann á biðstofunni eða í afgreiðslunni og var ekki neitt. Fann ekki bankan?
Það má kannski tala aðeins eitt fjölmiðla á þessum tíma og hvað þetta er mikilvægt að fjölmiðlar og blaðamenn fari á vettvang og sannreyni sögur sem bornar eru fyrir ýmsu og það auðvitað og það nú gamalt trikk í bókinni sko, það er búið að iðka það mjög lengi að auðmenn reyna að komast yfir fjölmiðla og reyna að stýra sagnagerðinni og náttúrulega halda þá almenningi í myrkrinu og það er spurning hvort að það hefur ekki orðið vakning í kjölfarið var ekki bara ris í því í stað fyrir hrun að almenningur svolítið þroskaðist mjög alvarlega. Ég myndi frekar segja að eitt af því sem hrundi í hruninu voru fjölmiðlar að þeir séu ekki svipur á sjón. Hafa ekki náð sér síðan. Rannsóknarblaðamennska hefur nú vaknað dálítið, finnst mér. Sko, allavega fyrstu árin eftir hrunið, Þórður og fleiri. Þú veit, bara einstaka blaðamenn. Já, einstaka blaðamenn. Þetta er ekki RÚV eða Moggin, þetta er ekki fjölmiðlarnir sem ríkið er að styrkja, einkareknuðu fjölmiðlarnir. Þið sjáu bara hvernig umfjöllunum þessi fjölmiðlar hér. En þið erum með þessa stöð. Við erum ekki bolmagn til þess að vera í einhverju rannsóknarblaðamennsku. En þið eru alla daga hérna að greina. Þetta er svona rannsóknarblaðamennska að því þú velur viðmælendur sem geta kasta sko fram nýju ljósi eða nýju hliðum á málum og þetta er svona óeiginleg rannsóknarblaðamenn. Þetta er ekki eins og við ættum að hafa í samfélagi öfluga ritstjórnir sem að gætu. Við ættum ekki að senda Hjálmar Blöndal sko ekki einu sinni með nesti til Ísland sko. En ég vil minna á til dæmis að þegar rannsóknarskýrslan kom út sem er í apríl 2010 þá er haldinn blaðamannafundur og skýrslan er borin inn og það hefur enginn séð neitt af henni. Þetta er algjört leyndarmál fram að þeim degi sem að nefndin heldur sinn blaðamannafund í Iðnó ef maður rétt. Svo bara byrjar að gjósa til daginn eftir. 2-3 dögum síðan, já. Og þá var umræðinu skýrsluna í raun lokið. En þetta er svo ójafn leikur samt. Þeir bera skýrslun inn og blaðamaður þó sé klár. Að þá er hann sjáið í fyrsta skipti og að fara að spyrja út úr þessu. Í öllum siðvændum löndum þá eru svona skýrslur afhendar fjölmiðlum í svona embargo er það kallað, ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir það. Þannig að þeir séu undirbúnir þegar að opinber umræði hefst á fyrir blaðamennir og þetta eru fleiri dæmið þetta. Ég tók nú þátt í slag hérna í kringum einkavæðingar á Magma einhverjum árum seinna, ég man ekki hvernig það var 2012-13 og þá var sett á laginnar nefnd sem að skrifaði úttekt það mál allt saman og hvernig því var staðið og þá var leikurinn nákvæmlega eins, það var skýrslan og birt á blaðamannafundunum ásamt með fréttatilkynningu og fréttatilkynningin var náttúrulega það sem rataði fjölmiðlaginn, það mátti engi vera að því að lesa skýrsluna og það sagði við með einn nefndamæðurinn, já þessi skýrsla sem við erum að kynna í fjölmiðlum er ekki skýrslan sem ég tók þátt í að skrifa. Það valdið bara snýr. Já, en það var það sem sko, ég þarf nú að bera í bætaflokka fyrir rannsóknarnefnd Alþingis þarna sko. Það var svo mikið vantraust í samfélaginu á þessum tíma og er kannski enn hefur ekki, jú það er eitthvað jafnað sig en það var svo mikið vantraust að nefndin sá einmitt fyrir sér að ef ekki yrði alveg tekið allan vafa það að nokkur aðili, þar að segja nokkur stjórnvald gat komið að skrifum þessar skýrslu áður en hann kom fyrir augum almennings. Það var sem vakti fyrir nefndinni var að það yrði algjörlega hreint í hugum fólks að nefndin og almenningu var millilega laus í að fá þessa sögu í hendurnar. Já, svo voru umræður þetta framöndu, enginn sá þetta fyrir, þetta Eyjafjallajökull myndi gjósa. Þú viss? Enginn sá það fyrir. En allavega þú fylgur draumur fyrir þá sem eru svona í djúpunu en það held ég að hafi verið mjög gott. En svo skulum við spyrja, hvað gerist svo? Hvernig horfum við á þessa sögu og hver var í rauninni, má ég segja, hver vann þessa keppni? Það var fyrir ári síðan að við fjöllum reyndar það hér og það var sýnd tveggja þátt heimildamynd á RÚV sem að
Ég man ekki betur en að sögutráðurinn í þeim myndum hafi verið þannig að það kom með alþjóðlegt fjármálahrun og Íslendingar fóru á taugum og voru rosalega pirraðir út í bankamennina, settu hann í fangelsi og þeim leiði rosalega illa þar. Harmsaga Lárusar Velding hefði þátturinn Sú saga náði engu flug. Nei, en ég meina þannig var svona tilraunir að koma með einhverja sögur. Auðvitað gerði þetta. Ef við segjum, búin til aðra sögu og hún segjum að orsök hrunsins hafi verið spilling, hvað myndi segja það? Hvað þitt alveg það? Já, það var sumpartinn, já. Ég myndi segja afgerandi... Sko, það var Drifkrafturinn var spilling. En það ekki minni spilling á Íslandi núna en áður, eða? Ég ekki alveg þarna. Þú ert ekki alveg þarna? Nei. Þið sjáum hvernig spilað úr, sko, ég skil ekki í rauninni ennþá þann afleik sem stjórnvöld gerðu með að setja á stofn rannsóknarnefndina og embætti sérstaks saksóknara. Vegna þess að ég held að þeir hafa aldrei ætlað að þetta yrði svona vönduð vinnubrögð. Og maður sér það til dæmis á því hvernig pólitíkin afgreiddi rannsóknarskýrsluna og það kom gos, en þingið var að störfum. Og menn fóru, sko, skrifaði ekki Hallgrímur Helgason bók sem heit 16 kíló af sólskini og það má kalla þetta 16 kíló af ósóma og skít og sem enginn hafði lesið, heldur ekki þingmenn. Þeir fengu heldur ekki aðgang, þeir mættu í pontu hver á eftir öðrum og afgreiddu þetta bara á dögunum eftir að skýrslan kom út og síðan var bara málinu lokað, basically. Það var náttúrulega sko, það var sett saman nefnd á vegum þingsins til að fara yfir skýrsluna og búin til skýrsla skýrsluna. Og sem að það láð það til grundvallar hvort ætti að ákæra einstaka ráðherra fyrir landsdómi. Já. Landsrétti, landsrétti fyrir gefi. Landsdómi. Og þar var landsdómur. Já, það er öfugt, það er landsdómur, já. Þar var meðal annars fjallað tillögu að þýða rannsóknarskýrsluna á ensku, sem var fellt, en þeir samþykkt að láta kyngreina hana. Og það var gert. Það var fengið 3 sérfræðingar til þess að kyngreina skýrsluna og ég sagði strax, ég skal segja ykkur það, strákarnir gerðu þetta. Það voru Lehman Brothers sem var ekki Lehman Sisters. En ef við tölum svona það sem að hefur látið ásjá í hruninu og í eftirleiknum, þá erum við með veikari fjölmiðla á eftir. Veikara samfélag. Þið nefndu rannsóknarskýrsluna að fræðasamfélag og háskólinn fekk líka á baukinn. Mér finnst þeir ekkert standa sér betur í samfélagsumræðinni í dag heldur en áður. Nei, Ísland er náttúrulega stjórnmálin hafa eiginlega hrunið og er eiginlega í upplausn ennþá eftir hrun. Það hefur ekki náð svona, mann sér ekki að stjórnmálaflokkarnir hafi raunverulega svona hugmyndarlega getu eða afl til einhverja endurskoðunar og að mæta aftur á sviðið. Við nefndum áðan að því að hvað var valdur á hruninu að Sjálfstæðisflokkurinn, hann var með á fyrsta landsfundi sem 2009 með Villa Egils skýrsluna sem átti að vera svona upptaktur í því að horfa í eigin barm og eitthvað svona, það var bara slegið út af borðinu og niðurstaðan var svo að það var ekki kerfið sem brást, þetta voru einstaklingar sem er alránd. En það ekki nefnilega líkil vandamáli, það er engin sátt hvað var orsök hrunsins, sko. Ég veit ekki þig, ertu sátt til dæmis við skýringar rannsóknarskýrslu Alþingis Ég er náttúrulega ekki óhlutdræg. Nei, ég veit það, hún skýrir þetta út á þenslullum sem er líkil hugtakið í þessu. Sko, hún skýrir þetta út frá því að, sátt við það? Já, ég er það. Í dag? Ég er ekki að segja að spilling hafi ekki verið meiri hér í íslensku samfélagi heldur en við gerum okkur grein fyrir. Það er náttúrulega alveg hlust. Og ég ætla líka að segja að fjölmiðlar voru þeir svo beittir alltaf fyrir hrunið. Ég held ekki nefnilega. Nei. Ég held að einmitt núna þú kemst ekki jafn langt í að blekkja almenning í dag eins og þú gerir þá. Og við vorum öll. Því er ég ekki sammála. Ég er ekki sammála því. En ef við spurðum til þessum veikt eigið skilur, hver bjó til hugtakið, hvers vegna var það lykil hugtak í skýringunni? Já, þetta er náttúrulega kannski bara eitthvað sem maður hafði ekki séð áður að bara það gerir ráð fyrir alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gerir ráð fyrir því að þú sért með bara eigið fyrir afgangsstærð af eignum mínus skuldum. Já. Og svo gerist það að þeir sneiða framhjá þessum alþjóðlegu reikningsskilastöðlum og kaupa eigin bréf og náttúrulega þar er ekki hægt að ganga að eigin fénu ef skuldinir eru orðnar miklar og svo framvegis. Þannig að það varð að ná einhvers konar hugtæki utan þetta.
En ég myndi segja, sko, ég hef gengið lengra sjálf og sagt, sko, þetta falskt eigið fé. Þetta er falskt eigið fé, það er ljós. Það er ekki veikt, heldur verið að brekja. Þannig að, en hvers vegna það? Það er kannski ekki spilling sem að, sko, ekki meðal stjórnvalda. Stjórnvald eru sökum það að hafa ekki sett nægilega girðingar og sett nægilega, sko, hugsa nægilega vel út í það. Hefðu átt að vita betur. Hefðu átt að vita betur. Fengu ýmsar ábendingar alls konar hluti og sinntu einhver. Og brugðust ekki við og trúðu frekar sögunni sem að bankamennir sögðu. En vandamáli kannski í þeirri skýringu, bæði það að veikt eigið fé er bara falskt eigið fé. Þarna eru gigantísk markaðsvika og bara alþjóða met mælikvarða. Þá byrjar þetta 1998 og þar er stjórnmálamenn með bankan í höndunum og það eru stjórnmálamenn og það er ríkisstjórnin og það er þessi valdaelda með Kjartan Gunnarsson, bara hægri hönd sem byrjar í rauninu stóru útrásina að hluta til með því að kaupa Heritable Bank í kringum 2000 og smá sem hann kaupar hann þetta og þeir eru við stjórn þegar þeir fara yfir í aflandseyjarnar. Þannig að pólitíska valdið er þarna frá byrjun í svo langan tíma. En það er spurningin hver er ásetningurinn? Þú veist, hver er ásetningurinn og hver er þekkingin þegar lagt er að stað? Já, en ef þú ert að fara í aflandseyjar þá ertu með ansi mikinn ásetning í gangi og þú ert að kaupa eigin bréf og planta þeim á aflandseyjar, þú átt að skilja þetta. Það er engin annar tilgangur. En er ekki í rauninni óþarfi að tala þetta stjórnvald annars vegar og bankamenn hins vegar sem óskylda aðila, þetta er sama partíð, þetta eru sömu mennirnir, tengdir vina og fjölskylduböndum, allt einn kærleikskeðja, þannig að það er í rauninni ekkert að skilja á milli og ég vil benda á að við erum að tala þetta kannski, að þú ert nú sérfræðingur í þessum fjármála tæknilegu atriðum að langar til þess að rifja upp að það var hérna franskur rannsóknarendurskoðandi á vegum Evu Joly sem kom til landsins í upphafi aðkoma hennar að rannsókninni vinnu fyrir sérstakann saksóknara og ég útvegaði honum útgefna ársreikninga bankana sem voru þá fáanlegir. Það hlýtur að vera fyrir árið 2007. Já, þetta var allt aðgengilegt. Og þetta voru prentaðir bæklingar eða bækur með glansmyndum, vandaðir og eigulegir gripir. Og hann sat upp á hótelherbyggi eina helgi og las þá, svona eins og endurskoðendur lesa svona plögg. Já, þú reyfara. Og þegar ég sótt hann morgunin til þess að fara til sérstaklega saksóknara, þá sagði hann mér á leiðin í bílnum, já, en þetta voru ekki bankar. Nei. En svo kom sérstaklega saksóknari með súkkulaði köku að því að það var að koma erlendur gestur, þannig að þetta var allt í lagi. Hvað viltu meina það að það væri? Vogunarsjóðir í það? Að þetta væri bara sjálftöku batteri. Þú veist, þeir störfuðu ekki, þeir sko bara vöxturinn hefði átt að Þeir bara prentuðu peninga fyrir eigundu sína sem fóru síðan og keyptu fyrirtæki. Já, þetta voru bara sparibökkar eigandanna. Það var bara seðlaprentunar og ekkert í starfsatriði sem hann sagði, ég ætla ekki að kalla mig sérfræðingi þessu, ég er það ekki. Ég er fótgönguliði hérna, en hann sagði, þú veist, það er ekkert í þessar starfsemi sem er hægt að kalla eðlilegt. Eitt sem að, því að þau eru að tala 10. áratuginn, og eitt sem að gerist á þeim áratugi er að það er heimil til þess að veðsetja kvótann. Það verða til í íslensku bara sjávarútvegi skyndilega, ég held að sé eitthvað svona 350 milljarðar sem allt í einu eigandunni geta bara tekið að láni út á veð í kvótann og farið að spila. Og ég man eftir að það voru svona menn í þessari innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins sem að voru að tala að nú væri loksins að verða til auðvald á Íslandi. Því að það hafði ekki verið til hérna. Hérna höfðum við haft ríkisvaldið með töluverð ítök í atvinnulífi og í bara öllum rekstri og sveitafélögin líka með bæjarútgerðina sínar og svo sambandið félagslegu rekstur. Að einkakapital á Íslandi var alltaf sára lítið og það sem að menn sáu fyrir sér í Sjálfstæðisflokknum var þannig að fengjum við auðvald sem þá bakhjarl á flokknum og myndi náttúrulega tryggja okkur völd sem að við þyrftum ekki að vera að hlusta á alltaf framsóknarmenn með sambandið og kratana og þetta með eitthvað svona dót og svona, þannig að þetta væri bara okkar tími að vera komin. Og einhver leyti er þessi seðlaprentunar brjálæði er náttúrulega eitthvað svona fögnuður yfir því að það sé að verða til á Íslandi alvöru auðvald sem að hefur alvöru ítök í samfélaginu
Þetta tókst alveg ljómandi vel hjá þeim. Það hafi verið svolítið svona söngurinn á bakvið þetta, okkur þetta var tekið alltaf með svona miklu fögnuði. Frelsapenningana, sagði Hannes. Eða svo maður horfa á þetta frá öðru sjónarhólega þegar við tala sjávarútveginn, að sko, það náttúrulega búið að koma Íslandi í þá stöðu að við erum bara nýlenda. Við erum auðlinda nýlenda og það framið rán á öllum landsins gæðum, hagnaðurum fluttur úr landi og þá við sko, orkuiðnaðinn, sjávarútveginn, ferðaþjónustuna. Þetta bara rányrkja. Þetta rennur ekki inn til eiganda auðlindana sem er þjóðin. Nei, sem eru við. Herðu, ef ég má aðeins hverju verið stödd svona að það náttúrulega voru fjölskyldur sem að mistu fótana, fjárhagslega fótana og að sumileyti velti maður fyrir sig hvort að það fólk mörguleyti liggi ekki bara enn því að það sem að gerist í kjölfarið að það verða breytingar á íslenskum húsnæðismarkaði og það verður til stór hópur sem er bara fastur á leigumarkaði og það náttúrulega margir sem að mistu íbúðuna sínar í hruninu detta þar inn og við heyrum það alveg í okkar samtölum að til þess að tala við yngra fólk að það er svona kynslóð þeirra barnanna sem foreldrar sem lentu í hruninu að heyra þau tala húsnæðismarkaðinn að það er allt annað sjónarhorn heldur en svona maður heyrir frá stjórnmálamönnum það er bara þau upplifa það að mín fjölskylda bara misti fjárhagslega fótana í hruninu og foreldrar mínir hafa verið á leigumarkaði síðan og við okkur ekki tekið það safna einni einustu krónu og ég og systkini mín munum heldur ekki geta það þannig að við liggjum hann ennþá og þetta eru 10.000 fólki sem liggur ennþá efnahagslega eftir hrunið. Og nú er húsnæðismarkaðurinn þannig að mér er sagt að meirihluti fasteigna sem eru seldar á Íslandi það eru keyptar af fjárfestingafélögum, ekki einstaklingar. Þeir sem eiga fleiri en eina íbúð fyrir. Og meira að segja þarna kannski má benda á það er sorglegasti parturinn af hruninu, myndi ég segja. Að það er þessi félagslegu tengsl, það er börn eru rifin upp, foreldrin þurfa að flytja, það verður, og fólk missir vinnuna, það nær sér ekki, rannsóknir hafa sína fram á það, ef þeir eru sagt upp störfum á besta aldri, að þá myndu ekki ná sama svona vexti í launum eins og ef þú verður ekki fyrir þessu. Og það hefur alltaf efnahagslegar afleiðingar og stöðu afleiðingar. Fólk fær náttúrulega, það er ótti og það er óvissa og það er vonleysi og það sakast við sjálft sig og alls konar skömm sem þessu fylgir. Maður veit náttúrulega ekki hversu viðtækt þetta er, en aftur vil ég benda á stefnumótun stjórnvalda þegar kemur á húsnæðismarkanum. Að það er náttúrulega á Norðurlöndunum vitum við hvernig þetta er, að það er bara gert ráð fyrir ákveðin hluti af markanum sem er í bara þenni stöðu að það getur ekki verið á venjulegum markaði, venjulegum húsnæðismarkaði. Það er svona markastrifnum það sem að bæði íbúðaverðið og vextirnir sveiflast. Já, og ég meina að við getum öll lent í vinnutapi eða veikindum eða einhverju slíku þegar innkoman er ekki að koma í hverju mánuði með launaðinslaðinu. Og þá bara er forsenda fyrir því að hafa 300 fermetrar húsnæði í Kópavoginum bara ekki til staðar lengur og það þýðir að þú átt að flytja með börnin eitthvað. Og ef þú átt ekki degi fyrir, þá verður það að fara á leigumarkaðinn. Þannig að það verður að sjá fyrir öllum hópum samfélagsins og allri líftíma kurvu almennings. Og það eru stefnum og stjórnvalda sem að eiga að sjá það. Þau hafa ekki gert það síðan 2004 þegar þetta var einkavæta sem heiti. Það er bara að stjórnvöld taki ekki ábyrgð á húsnæðisöryggi almennings. Það segja að markaðurinn eigi að gera það. Já, það er náttúrulega, það bara hefur verið svo stefna og ég held að það sé alveg rétt tímasetning, að þá er tekin svo ákvörðun að það sé bara markaðurinn sé bestur til þess að leysa öll þessi mál. Alltaf því öll. En auðvitað eitthvað eins og íbúður húsnæði fyrir aldraða og svona sem að kannski er eitthvað niðurgreitt eða slíkt. En þetta, þegar við erum að ég held að þarna getur menn bent á stjórnmálamenn. Alveg klárlega. Ég held að stjórnmálamenn hafi platað dálítið almenning eftir hrun með þessum risastóru leiðréttingu því að virkaðan þannig í kosningunum þannig að ef þú kýst mig þá farðu 4 milljónir inn á reikningin hjá þér eftir kosningar. Það virkar eins og kosningarsvik í raun og veru og þetta er alveg
svona grófasta dæmið af þessu tagi sem ég veit sko, þó að sko einhvers konar leiðrétting var nauðsynleg og góð, þá kaupaði sér velvild aftur þessi stóru valdaflokkar með þessar aðgerðir sem verulega vafarsöm í raun og veru eins og hún framsett. En leiðrétt ekki fóru í að leiðrétta sko tímabundi falli í eigið fé í húsnæði þeirra sem áttu, en ekki fólksins sem við vorum að lýsa hérna sem Nei, nákvæmlega. Það jók bara á ójöfnuði. Svo gerðu þau meira, þeir náttúrulega fóru í lífeyrissjóðskerfi og hafa verið að færa til fé til efnameiri í gegnum lífeyrissjóðskerfi, það er alveg massíft, ég man ekki, það er gríðarlega fjárhæðir. Þannig að þeir eru dálítið að nota populisma til að plata og ná þannig völdum aftur í gegnum þetta kerfi á þess að leysa en undirleikindavagnar sem er einmitt leigumarkaður. Sko. Og þetta var á þetta bent, Jón var nú hann í framboði líka, að þekkja þetta vel, það var á þetta bent, þessu var raunveru spáð að leigumarkaðurinn færi, leigufólki, það yrði útundan í þessu kerfi og við meina sé að vondi björnin í þessu öll saman, Alþjóða Gjaldeyrissjóðurinn, sko, bent á þetta, sko, máttum við ekki hlusta á hann. Þannig að... Er það ekki staðreynd að sko, þetta partí sem var í gangi fyrir hrun, sem var partí með jafnrið þáttöku stjórnmálamanna og fjármálaspekulanta, það bara helt áfram. Það sagði einhver sjálfstæðismaður það leitið sér skýrslan kom út að þetta myndi nú bara trufla á eitthvað smá. Er það ekki svo bara hélt þetta allt áfram sko. Það er svokallaða hrun sagði ykkur sko 2010 er það ekki bara sú skilgreining á hruninu sem hefur bara unnið? Ég held það og ég meina það er bara búið að móka þessu ykkur undir eitthvað teppi. Ég held að það er ekki alveg unnið sko. Ég er að vona að bókin minn bæti þær aðeins upp og þessu umfyllin hérna á Stamslega. Já, ég held að ef þú talar við sko venjulega Íslendinga skilgreina þá sem hóp að þá finnst mér fólk vera miklu, sko ég segi fyrir bara sjálf á mig, í aðdraganda hrunsins var ég ekkert að pæla í neinu, ég var bara að vinna á alveg börnum mín og hugsa fjölskylduna og skipta mér ekkert af neinu samfélagslega og vaknaði upp við vondan draum eins og sem margir og mér finnst fólk vera miklu skarpara í greiningu sinni á samfélaginu þrátt fyrir fjölmiðlan og það er náttúrulega Ríkisútvarpið sko, fréttatímarnir styttir en auglýsingarnar. Ég menn í gamla dag það var sko klukkutíma fréttatími til dæmis klukkan 6 til 7 eða hvernig hann var en núna er þetta búið á 10 mínútum og það er ekki fjallað neitt. Og helmingurinn af því er yfirleitt fréttar sko. Já, það er algjör skandal. Ég held að sko ef við reynum að svona, draga fram gögn í þessu samhengi sko hvaða saga vann bara rétt fyrir þáttina þá sló ég inn bara í Google sko, rannsóknarskýrsla Alþingis, skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis rannsóknarnefnd Alþingis og allt þetta ef þú tekur þetta saman þá eru sko yfir 50.000 tilvitnanir í þetta batteri og þessa sögu sem sagðu var af frumkvæði Alþingis. Já, þetta er stórmerkileg. Og ef þú googlar sko eina svona virtustu hagfræðigrein vil ég segja allra tíma Lemon Markets eða sítrónumarkaðar eftir Nóbelsverðlaunahafan George Akerlof þá eru 45.000 síteringar í þá grein. Þannig að og ef þú spyr ChatGPT hvers vegna gerðist hver er orsökun af bankahruni eða fjármálaáfalli á Íslandi þá fáið þessa skýringu rannsóknarnefndar Alþingis. Það er sko sú skýring hún er mjög held ég sterk í hugum fólks. Og það er mjög erfitt að fara á móti eins og þessi sem að reyndu þetta þarna á einhverjum tímapunkti svokallar hrun. Já, svokallar hrun eða þú veist eða þarna þessi heimildamynd sem þú vísaðir í áðan að hún náði bara einhver flugi og hún er ekki trúverðug þannig að hún gengur í berhögg við það sem að núna er bara common eða svona conventional wisdom þá getur það verið bara almennt á vitorði almennings á Íslandi og við náttúrulega búum í samfélagi sem almenningur hefur ekki mikið traust á stjórnmálunum eða bara það hrundi í hruninu og hefur ekki reist sig við að neinu ráði og það held ég sé bara að byrja að dala aftur að þá getur við verið í samfélagi að þetta sé á almenna vitorði en samt er það þannig að það er eiginlega engar sko ákvarðanir eða breytingar í samfélaginu sem eru mótar af þeirri þekkingu. Það er náttúrulega bara ofbeldi sem við erum beitt hérna daglega
að það gengið gegn hagsmunum okkar sem einstaklinga og sem þjóðar í öllum ákvörðunum sem teknar eru. Þú hefur tilfinningu fyrir því? Já, ég meina þú sér bara til dæmis, sjáðu bara til dæmis, fiskeldi bara Nei, ég verð að segja, sko. Fyrir ekki að má ég aðeins klára þetta, til þess að nefna þetta eina dæmi sem nýlagt fiskeldisleifin. Sem að þið kunnu kannski töluðan betur í en það var einhver sem tók saman hvað þessi fiskeldisleifu hefðu þýtt fyrir norska ríkissjóðin, norsk stjórnvöld, ef að leifin hefur veitt á þeirra kjörum þar, miðað við það sem var hér, það sem þetta var gefið, og það voru einhverjir miljardar. 10 milljarðar og svo ofan í það þá leifinur gefin ókeypis sem síðan borgu við sem skattborgarar fyrir alla innviðina sem þarf í kringu þetta. Þú ætlar að segja ránið standa enn? Ránið einu gangi. Þetta þarf spillingarrannsókn við fiskeldið. Og það náttúrulega ein skilgreining á spillingu sem ég finnst vera ágætt og ekki nógu mikið haldið á lofti. Þannig það alltaf að tala spillingu í tengsla við fjármál og peninga, en ein skilgreiningin á spillingu athæfi sem dregur úr trausti almennings á stofnunum og innviðum samfélagsins. Þar eru íslenski stjórnmálamenn sérfræðingar og við getum, Davíð Oddsson frumkvöðull á þessu sviði, þar sem álit niðurstöður Hæstaréttar voru bara skoðanir einhverja manna út í bæ og síðan á hans fylgisveina í þessari. Við höfum heyrt það saman með umboðsmann Alþingis. Já, þetta bara einhverja skýrslur og einhverju menn og við þurfum ekki að taka mark á því og hver afleiðingin. Maður skildi halda að stjórnmálamenn vildu að innviðir samfélagsins og stofnanir væru traustar. En þeir vilja það ekki vegna þess að þetta gefur þeim tækifæri til að stjórna með geðþótta. Taka random ákvarðanir vinum sínum í hag framhjá öllum strúktúrum og pólitískum hefðum og það getur enginn gert neitt. Og þarna erum við í dag. Það var bomba Ólafs Ragnars í vikunni. Hann kallaði forsætisráðherrann hann fascista. Það var aldrei fréttir. Já, er það frétt? Hann lýsti ógnar, ég bara liði þennan tíma líka, sko. Ég man alveg eftir þessum umræðum sem voru þarna. Það var náttúrulega forsætisráðherra samdi sjálfur heima hjá sér frumvarparlögum og náði í gegn til þess að stoppa tiltekið fjölmiðl. Þetta heitir bara fasismi í öllum bókum, sko. En þetta snýrist meira. Ég vil bara svo við heldum til haga öllum skoðum á því hvort við verðum þetta á hruninu. Ég held að það sé ekki sanngjarnt að segja að við höfum ekki lært neitt og það hefur ekkert breyst. Það er ekki rétt. Dómstólar stóðust töluvert prófið, myndi ég segja. Það voru fullt af fólki það voru hvítflíflaglæpir ofan á hvítflíflaglæpum sem fengu dómslega meðferð og það var refsidómar sem fjallu. Og fjármálaeftirlitið var með 36 starfsmenn áður en rétt áður en bankarnir fjallu og eru núna það er 300-400 mann sem að vinna hjá Seðlabankanum og það er miklu betri umgjörð í kringum þetta. Við fórum í gegnum COVID-ið og þá sáum við líka hvernig fjármálastofnanir brugðust við því að það var allt í einu var kannski 10% af þjóðinni sem ekki hafði tekjur vegna heimsfaraldurs og þá var strax brugðust við, bæði lífeyrissjóður og það tók nú lengra tíma fyrir þá en það er ekki svona retail sko. Þannig að ég vil ekki segja að það hafi ekkert áunnist og ég held líka að mér finnst þið skemmtilega kröfuharðir þeir sem eru kallarnir með mér. Ég kalla þetta bara raunsæði. Já, ég segi kröfuharðir sko að því að við erum bara ung þjóð, við erum fá og sumt sem við getum gert vel og annað sem við getum ekki gert vel og við verðum að hafa bara lengri tíma til að læra. En við erum samt eldri en nýfrjálsríki í Afríku eins og Namibía og fleiri ríki, til og með Namibía og ágætt stæmi þar sem við tengjumst við gegnum samherjamálið, þar sem að núna sitja fyrirverandi ráðherrar í fangelsum og þeir eru með í gangi. Þeim tekst að reka það máli, nokkuð tekst ekki að reka samherjamálið. En sérstakur saksóknari er búin að leggja sína dauðu hönd á þessar rannsókn hér og veit enginn hvað er að gerast. Við vitum ekki eins og hvort menn hafi verið yfirheyrðir, hvað hefur komið fram og núna er samherji þeirra dásanlegt mál sem ég veit ekki hvort þið hafi fylgst með listgjörningurinn We Are Sorry sem er fyrir dómi í Bretlandi og er algjörlega brilljant mál og ég sá að það voru einhverjir íslenskir myndlistamenn að hvetja til þess að samherji felldi málið niður
sem ég algjörlega á móti. Gjörningurinn ekki fullkominn fyrir en þetta búið að fara fyrir dóm. Það mun afhjúpa hvernig valdið lítur á þetta mál. En allir þessi dæmisögur og dæmi sem að Jón nefnir, að þau getur rauninni hjálpa okkur svo til bara að skilja hvar eru við í þróunarferlinu. Við vorum næstum því áætlanabúskaps samfélag fyrir 50 árum síðan. Og núna er náttúrulega töluvert mikið það að fólk einkaframtaki geti nýtt sína krafta og það er val á vörum og okkur skortir ekki stígvél eins og var síðustu, þegar afi minn var lítill. Það eru framfarir en þetta tekur rosa langan tíma. Ég átti stígvél þegar ég var barn og ég fæddist löngu fyrir nýfrjálshyggjuna og einkavæðingu bankana. Þú áttir ekki stígvél? Ég átti stígvél. En talandi að nýta þekkinguna, var þekkingi nýtt sem einkavæðingu Íslandsbanka? Þekkingin á runn? Svo er það náttúrulega átkveðin vonbrigði að sjá það. Það er sérstakur saksóknari og við tókum Samherjamálið. Samherjamálið er full í Namibíu. Það er búið að sekta það og taka þeim peninga í bæði í Noregi og Færeyjum út á skattsvikum. En við höfum bara ekki gert neitt nema að vera að elda einhverja blaðamenn. Nei, en aftur segi ég, það er vísir af því hvar við erum í þróuninni og þess vegna held ég það sem aðalmálið í framþróun ríkja er auðvitað að nýta alla eiginleika populasjónarinnar og við höfum svona ákveðið frelsi til aðhafna en það þurfa að vera leikreglur og það þarf að fara eftir þeim. Þannig að löggæsla, blaðamenn, við Þorvaldur höfum bæði verið að vinna í samtökum sem heita Transparency International sem er bara í því að uppfræða almenningum hvað er hagsmunaárekstur. Ég meina þegar ég var að kenna fjármál fyrir 15-20 árum síðan þá gat bara 10% af bekknum skilgreint hvað er hagsmunaárekstur og við höfum bara ekki náð að hækka þekkingu okkar á þessu sviði og erum of mikið í svona einhverjum family business og passa upp á frændur og venslamenn. Þeir sáum útboðið sjálfur, staðsmennirnir. Spurningin er við lýðræðisríki yfir höfuð? Ef maður ber okkur saman við nýfrjálsríkin í Afríku, við náttúrulega komum úr goða veldi og það er spurning hvort það er ekki bara ennþá við líði, meira heldur en lýðræði. Það eru svo sem ekki miklu nýfrjálsari heldur en ríkin í Afríku og við ætlum kannski að hafa það í huga. Við erum ekki nýlendu veldi, heldur erum við að fá sjálfstæði bara heldur í 8 árum undan Ghana, þannig að við erum bara í... Það er bara rétt áratugur. Mig langar sjálf að skoða aðeins betur parallellur á milli Írlands og Íslands. Írland var líka undir náttúrulega hælnum á Bretum og er svona tiltölulega nýtt lýðræði og svo eins og við erum náttúrulega nýlenduríki sem að fáum sjálfstæði og erum þar alveg ekki til dæmis með sögu út frá bara aga í stjórnsýslunni. Danir eru með árhundraða gamla stjórnsýslu. Og það var bara hausinn af ef þú ekki stóðst í stykkinu fyrir danska kónginn og það var miklu meiri ægi og það er það sem að kannski einkennir okkur svolítið við erum allt og sveigjanleg en sem er líka kostur. En þú vilt ekki taka aftur upp að taka hausinn af þeim bara? Nei, ég er ekki það Þeir eru hættir því í Danmörku þannig að ég kannski skemmtilegt að bera okkur saman við Íra vegna þess að þeir voru núna til dæmis nauðugir að taka við, ég man ekki hvað var margir milljarðar evra í manngoltna skatta frá Apple sem að þeir þurftu að þeir hleyptu þeim inn já og það voru Evrópusambandið sem píndi á til þess að taka við skattin. En þeir eru með lendu líka í fjármálakreppunni. Og þeir tóku sömu ákvörðun og við reyndum að taka að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamiðstöð og Íranir að sömuleyti gerðu það með því að laða til sín þessi fyrirtæki með skattafslátt. Það verður gaman að heyra í einhverjum sagnfræðingi, einhverjum sem hefur borið saman Ísland og Írland. Þeir eru, Írland er náttúrulega mjög öflugur hlekkur í skattaskjólakerfi heimsins. Þar fyrir í gegn alls konar ósámi sem að hverfi síðan í skattskóla. Það er mjög gaman að tala við ykkur þetta mál og maður átt að segja á því að við ættum náttúrulega að tala miklu meira þetta. Þetta ætti náttúrulega að vera ef við erum að horfa á okkur sem, ég veit ekki hvað þetta orða, frumstæða þjóð og þá þurfum við að læra af hlutum og við verðum náttúrulega að læra hruninu. Það ætti náttúrulega að vera eitthvað svona stemming í slíku samfélagi, svona aldrei aftur stemming. En manni finnst að vera svolítið að fjara
undan þeirri svona hugmyndum og kröfum og margt af því sem var lagt af stað eftir hrunið. Við hefum ekki nefnt til dæmis breytingar á stjórnarskrá og fleiri sem átt að vera svona réttabætur og tryggja hagsmuni almennings og kannski réttindi og að verja almenning gagnvart misráðum stjórnvöldum og fleira sem var lagt af stað með sem að fjöruðu bara síðan út. Landsdómur gufaði upp. Já, landsdómur gufaði upp og svo þykir verið að tala að það sé eins og sé bara einhver ósvinn að hafa svona þótt að öll önnur lönd í kringum okkur hafi eitthvað sambarlegt til þess að ná lögum yfir stjórnmálamenn. En það náttúrulega, þegar sjúklingurinn beðinn að gera holskurð á sjálfum sér, þá gerist það ekki. Þá það í besta lagi plástur eða sárabindi og það kannski þarf eitthvað meira til heldur en bara hrun eins og við fórum í gegnum. Það kannski þarf vilja til þess bara nýtt lýðveldi. Byrja bara nýtt. En erum við að lenda bara í lokinu? Þar mun þetta enda. Svo gaman að tala við ykkur. Ég heyri stundum fólk að koma aftur hrun og það sem að fólk að vísa í eiginlega bara svona erfiðleika sem að heyrir í efnaðslegir erfiðleikar fólks í kringu sig. Og röki sem að maður gæti fundið fyrir þessu í svona gögnum til dæmis könnun Vörðu áttu í erfiðleikum á endum saman sem hefur á bara 3 árum farið úr eitthvað rétt rúmlega 20% upp í 43%. Það fór hæðst í hruninu ekki upp í nema 48%. Þannig að sársökin sem að fólk að verða í buddunni og erfiðleikum á endum saman, við erum núna í stöðu þar sem að þú veist, það eiginlega jafn stór hópur sem að finna fyrir þessum erfiðleikum og var bara í hruninu. Hvað þetta? Ein af heimildunum stemninguna í íslensku samfélagi ágætis staður að kíkja á Smartland á Mokkanum. Hryllilegt fyrirbæri, illa skrifa og vitlaust. En þar nýlega var núna í vikunni frétt 5 einbýlishús við sömu götuna í Garðabænum sem öll kostuðu, ég held að ódýrast hafi verið eitthvað 300 miljóna. Og ef maður skoða bara fasteigna síðurnar og sérðu hvað mikið af eignum til sölu og stórar glæsilegar eignir en lítið af íbúðum fyrir venjulegt fólk. Þannig að ég held að og maður heyrir bara stemninguna í fólki, þú veist að fólk hefur á tilfinninguna að þetta sé alltaf bara til fjandars. Þannig að það sé þetta benda á einhvern. Kannski það líka bara hluti að tilfinninguna hafa gengið í gegnum þetta að þú ert óöruggari og við séum bara viðkvæm fyrir. Já og líka maður getur engun treyst, fjölmiðlarnir sem að munið það var fyrir 3 vikum síðan voru að segja okkur hvað Joe Biden væri skarpur. Eru núna að segja okkur að Kamala Harris sé besti kosturinn. Sama fólkið. Og við vitum að þeir voru að ljúga Joe Biden, hvað annað þeir að ljúga Og ég held að það eigi við hér líka með íslenska fjölmiðla, við treystum ekki fyrir þetta samstöðuna. Guður, þú ert byggja okkur efnaðsgögnum eða ekki? Jú, ég vil gögn. Við treystum Guði en allir aðrir fyrir að koma með gögn, sko. Það er ef þú ert þar í tilvæljunni. En ég held að þetta ganga hagkerfi í sveiflum oft og heppileg góð efnaðsstjórnun, hún snýst það að draga úr sveiflunum. Og hér á landi eigum við eftir að læra þetta greinilega. Því að við sjáum hvernig hagurinn hefur verið í Danmörku, það kom skot sem allir fengu í verðstöðuleika eða verðbólga náttúrulega hækkaði allstaðar út af bara heimsfaraldri og svo stríði og svo greinilegt það spurning hvort það hefur verið bóla á fasteignamarkaði sem kannski ekkert, já ég ætla ekki að lýsa því ef við hér og nú, ég þetta skoða gögnin. En hins vegar má á Íslandi. Já, en hins vegar má náttúrulega það er svona early warning signal eins og arkitektin ætti nú að vita að það er, þú veist, ef að þú talar við þá sem að flytja inn rafmagnsvíra eða einangrunarrör eða eitthvað slíkt ef að þeir finna fyrir skyndilegum eftirspurnarskelli að þá getur verið einhvers konar leiðrétting í gangi og ég veit að þetta er svolítið stelð að tala leiðréttingu markaðar eins og svona þetta, en þetta er nú þetta eru svona ákveðin lögmál sem að eru allsráðandi og hvort sem að við erum með efnahagsstjórnun sem er dreifð eða centraliseruð að þá er þetta samt sem áður til staðar þessar sveiflur.
Þannig að ég held að við megum vona því að það verði eftir þessa þenslu sem átti sér stað eftir viðbrögð stjórnvalda við COVID-inu. Við getum haft annan fund það. En þar var náttúrulega þessi rosalega þessi innflutningur á vinnuafli sem til þess að þjónusta ferðaþjónustuna hefur skapað þennan þrýsting og búið til störf sem eru í eðlisinu láglaunastörf. Og það tengist auðvitað atvinnustefnunni sem haldin úti og stjórnmálunum. Þannig að við komum alltaf að því. Það er svolítið ábyrgðin liggur þar. Það engin atvinnustefna, það er bara gert út á auðlindirnar. Þorvaldur, annar hrun, þú segir að hrunið hafi átt rót sína í spillingu, spillingin ekkert að hætta. Þannig að við hljóttum að fá annar hrun. Ég hef sagt að ég hef mestar áhyggjur af því hvað gerist þegar búið er einkavæða bankana. Ég hef engar áhyggjur þangað til líka sérstaklega. Það er náttúrulega þessi innspýting af fjármagni hann út af COVID það var náttúrulega gríðarleg innspýting og skapar einhverja verðbólgu og auknum peningamækjum umferð og allt það. En hvað gerist þegar búið er einkavæða? Maður sér til dæmis núna að það er samruni sem er eitt merkið sem í mínum allan þegar ég var að rannsaka þetta. Það er samruni tryggingafélaga og banka sem nú verið að deila skilur. Þetta finnst mér að vera rosalega mikið hættumerki því að tryggingafélög eiga hlut í einhverjum 30-40 fyrirtækjum þannig að þú komið banka sem er að eiga viðskipti við 50 fyrirtæki og þau geta vel verið í eigu hans sjálfs en verið að hlut til með dálítið dreift eignasafn. Þannig að ég held að þegar bankarnir verið einkavæddir þá sem ég held að gerist við ræðum ekki við það þá byrjar ballið held ég aftur og við erum með krónuna fljótandi. Hún er ekki alveg fljótandi, við erum með krónuna eins og hún þá erum við komin í sömu vandræði með vaxtamunarviðskipti og samtíma. Það er í gangi núna, krónan hefur verið að styrkjast mikið á undanförnu því að raunvextir stýrivaxta seðlabankans eru náttúrulega stjarnfræðilegir, þessi bara 7%. Rosalega góðir vextir Það er bara bestu vextir í heimi, þannig að það hlýtur að soga til sín peninga og við sjáum krónuna vera að styrkjast. Það er nú eitt dæmið hversu lítið hefur breyst á Íslandi eftir hrun að seðlabankastjóri var náttúrulega einn af aðal gerendum og stjórnandi hjá Kaupþingi. Hann skrapp sér upp í háskóla í eina önn eða svo og kom svo inn sem allt annar maður og án fortíðar og stýri seðlabankanum og talar við okkur eins og Björgólfur gerði eftir hrun flatskjái og matarinnkaup sem er allt okkur að kenna. Okkur var hann ráðinn og hver er hans sýn á það sem gerðist í hruninu. Hans sýn held ég að sé ekki það að þetta hafi verið spilling, hann vil ekki ræða spillingu. Nei. Þetta er stórhættulegt dæmi. Herðu, það er mjög ánægilegt að fá okkur og ég finn það alveg að mér langar til að halda áfram að ræða hrunið, kannski fæ ykkur aftur. Það voru líka nefnt einhver önnur mál sem við getum verið rætt, en Jón, Guðrún og Þorvaldur, kærar þakkir fyrir komuna. Og við ætlum að hafa bara örstutt hlé og ég ætla svo að fá að enda þætti með örlitlu spjalli við hann Sigurjón Magnús bróður minn sem situr eftir. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, þökkum gestum okkar sem voru að yfirgefa okkur, við vorum að ræða hrunið, en það er nútíminn, hann er í gangi og það var að koma ályktun frá VG, tillega að ályktun að ríkisstjórnarsamstarfið sé að nálgast leiðarlok var samþykkt á landsfundi Vinstri grænna fyrir skömmu. Kanntu að skýra þetta, hvað þetta er? Ályktun samþykkt stefna kosningu í vor, segir Morkin. Mér finnst þetta sko, þeir hafi verið með súpuglundruð eitthvað í pottinum og bætt við 1 lítra vatni, sko. Þetta er bara... Þetta er þá tap hjá Höllu Gunnars sem hún var nú svona eiginlega talsmaður þessar hóps. Það voru nú fleiri sem voru með þetta. Einar Ólafsson skáld og... Það var búið að tala þetta áður að það væri verið, ég held að Svandís hefði mér svo sagt það væri verið að svona vinna úr sameina tillögur stjórnarsleitin. Þannig að niðurstaðan yrði það sem að hún vildi. Það er svona samráð. Ég ætla að taka tilliti til það sem að þið segið en niðurstaðan verður svo sem að ég vil. Það er náttúrulega ekki alveg samráð. En hvað gerir fólkið? Segjum að þessi hópur kringum Höllu sem að það var náttúrulega, ég veit ekki hvort að hún hafi farið úr flokknum en einhverju fór úr flokknum og það er nú alltaf sagt að einhver sem komið tilbaka og maður veit ekki alveg hverju það eru. En allavega það var fólk sem fór úr flokknum 2017 og þeir vildi ekki þessa ríkisstjórn. Það var fólk sem fór úr flokknum 2021 af því það vildi ekki að það væri endurnýjað. Við erum í útvarpinu. Og að sumileyti getur þetta fólk sagt sem svo, ég meina sjáu þið bara hver afleiðingarnar eru. Sko. Við erum með 3% fylgi og við erum bara hrunin sem hreyfing og ef við tölum allt fólki sem eru yfirgefið hreyfinguna og eitthvað fleira. Nú verðum við á þessum landsfundi að samþykkja að við slítum bara stjórnarsamstarfinu. Það er ekki hægt að fara lengra þessa leið. En landsþingið samþykkir að gera það ekki. Og hvað ætlar þetta fólk að gera þá? Ætlar að vera áfram í flokknum til vors eða? Er þetta ekki svona bara úrslita annarkvæmt samþykkir landsfundurinn? Þetta flokksþing átt að vera það. Þetta flokksþing hefði átt að gera það. Það hefði átt að koma með eitthvað svona ákveðið en það var krafa frá hópi fólk sem lagði fram þessa tillögu en er það ekki þannig að meina sá hópur fari bara? Hvað ætlar að gera þarna? Nei, ég veit það ekki. Þú ert búin að segja að 2017, ég meina gerir þetta ekki, 2021 gerir þetta ekki, aftur raunverulega þegar Katrín fer að þá voru margir sem sögðu býttu er ekki bara tími þá bara til þess að sprengja ríkisstjórn, þá var sagt ekki nei, það kemur svo illa út fyrir forsetaframboðinnar svo þú veist, fór það eitthvað meira. Já, er kannski von í forsetakostningarna svolítið óhent líka, ég veit það ekki. Nei, ég það er eitthvað rök hjá einhverjum. Ég tekið eftir því að stjórnmálafólk er alltaf að tala eins og kostningar sé eitthvað rosalega áþjón, kannast ekki við þetta, þannig að 2017 voruðu bara að mynda þessa ríkisstjórn því að almenningu var svo rosalega þreyttur á kostningum. Ég kannast ekki við þetta. Nei. Ég veit að almenningur kýs í Eurovision sko, einu svona ári og fyrir létt með það og til að kjósa bara aftur og aftur. Já, ég er alveg sammálað með þetta. Það er sko ef það er vitlaskefið, þetta gengur hvorkinni rekur hjá okkur og ríkisstjórnir bara svona fjarlægast þjóðinni eins mikið eins og þessi ríkisstjórnir að gera. Það ánáttúrulega kjósa. Það þýðir ekki að segja að við erum svo sterkt umboð og vitnandi kostninga fyrir 3 árum. Ég held nefnilega að það sem hefur verið að birtast í könnunum bara á síðustu vikum það kemur MMR eða maskínukönnunin sem var kannski fyrir rúmum mánuði það sem mannst ekki þegar miðflokkurinn meldist herri VG er búið að vera út af þingi bara frá því eitthvað tímanum páskan eða eitthvað sko. Og svo kom fyrsta könnun Gallup fyrir mánuði var ekki alveg í taktnu við þetta. Þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið 17. Núna kemur Gallup með á 14 sko. Og maskína kemur með ég held að sko miðflokkurinn hafi verið í 19 og Sjálfstæðisflokkurinn í eitthvað 14 eða 15 sko. Og svo kemur prósent núna með Sjálfstæðisflokkurinn í 12. Sko ég held að þessar kannanir, og það gerir stundum, að þú er með sumarið og allir eru bara í sumarleyfi og svo svona hausti kemur, þú kannast við það, að þá eru skólanir að byrja og þú lofar enn einu svona að fara í ræktina og allra endurskipar ekki lífsitt og það kemur svona svolítið annar, þú veist, haustið er oft svona sem að gefur eitthvað tón. Og ég held að þessar kannanir sem hafa komið núna er að sýna að þessi ríkisstjórn, þú veist að það er að fjara svo hratt undan henni og líka bara á traustinu á Bjarna og ég sem að vera að gera könnu núna og hann fengi kannski 4% stuðning þjóðarinnar eða eitthvað svona.
Þannig það bara fjara alveg samanlagt fylgi allra ríkisstjórnarflokkana sem sko 3 flokkarnir af 4 flokknum sko. Alþýðubandalagið, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 20%. 20%. Þú veist, hvorki sko, Alþýðubandalagið hefði kannski sagt sig við 20% sko 1990. Framsóknarflokkurinn ekki. Sjálfstæðisflokkurinn bara, þeir eru allir saman með 20%. Það er spurt afstöðuna, aldrei mælst óvinsælli ríkisstjórn. Við erum með forsætisráðherra, aldrei mælst óvinsælli stjórnmálamaður. Og ég held að þegar Óli Björn skriði, okkur kjósa ekki bara áramótin, segir Óli Björn. Ég held að hann bara átti sig að þessu. Hún er náttúrulega ósátt þessa ríkisstjórn, hann er búin að vera svona hálfgerð í stjórnarandstöðu við hana. En ég held að hann sé líka að horfa á það að byrju, ef við gerum ekki eitthvað núna og bara búum til kosninga, þá er þetta bara eftir að versna. Þessi hugmyndum að kannski verður næsta verðbólgumæling svona svipuð og þessi og allt í nátti fólk sig á því að allt sem við erum að gera er rétt. Það er ekkert að fara að gera sko. Það er ekki búið. Við Framsóknarflokkinn 6,2%. Já, ég ætlaði að mynda að tala það. 6,2%. Já, við höfum ekkert minnst á hann hérna, en það er alveg svakalig staða. Það er flokkurinn sem bjargaði ríkisstjórnarsamstarfinu 2021 með góðri kosningu. Fekk 17,3, mælist nú með 6,2. Að þriðjungur eftir. Þetta er alveg ótrúleg staða. VG fekk 17 eitthvað þarna held ég í 2021, 12,6 eða eitthvað núna síðast, er að mælast núna með 3, kannski 4. 17, 21 og Sjálfstæðisflokkurinn var með 24%, 12% í prósent. Og svo er það að því að ég hef svona gaman af skoðanakönnunum og kosningum og svona, að þegar eitthvað svona gerist, þegar allt í einu bara flæðir undan, eins og gerðist til dæmis með Samfylkinguna hérna í sín tíma. Annars vegar fáður hennar rosalega skell 2016 og svo fáður eiginlega bara dauðadóm 2017. Að sambærilegt gerðist til dæmis hjá sósíaldemókrötunum í Hollandi, sambærilegt gerðist náttúrulega fyrri með hérna kristilna demókrata á Ítalíu. Við sáum gólistana núna sem bara allt í einu bara fer undan þeim. Og við höfum séð þetta svona víða og ég held að þegar að ríkisstjórnin kemur fram sem augljóslega öllum ætti bara að segja af sér og segja, heyrðu við bara, sorry, við vorum að reyna að gera eitthvað besta en bara þið vildu þetta ekki, þú veist, það er augljóst og konunum að við erum að gera eitthvað sem við erum bara reyndum að gera vel en auðvitað er ekki það sem að þið viljið kæra fólk og nú verður þið bara að kjósa nýtt þing og sem að velur sér nýja ríkisstjórn sem er bara svona eðlilega og þau koma fram og segja nei, sko þið hafið aldrei haft það betra þú heldur að þú lifir ykkur efnahagslega þrengingar, nei það er ekki þannig að við gerðum eitthvað svona og tala bara svona og halda að það bæti stöðuna. Þetta mun sko stórkostlega gera stöðuna verri af því að þau bara rekja alltaf fleiri og fleiri frá sig sem segja hvað er að ykkur? Þú veist, við erum að segja við ykkur að þið eru sko afgerandi rangri leið með þetta samfélag. Við erum að segja, við bara sjáum alltaf skoðanakannanir, sjáum bara afstöðu í einstökum málum og fleira. Ríkisstjórnin er alltaf að reka ykkur að stefnu sem er þvert á vilja almennings. En þá koma stjórnmálamenn og segja nei, þið fattið þetta ekki sko. Þið fattið ekki hvað við erum góð. Því ef við værum ekki ferðu út í búð og ert að kannski að kaupa allt í einu er bara 2 plastpokar byrjar að kosta sko 15 skall sem að kostuðu sko bara 9 skall í fyrra og þú ferð heim og þú fasteignalánið þitt hefur hækkað sko 200 krónur á mánuði. Já, það sem ég ætla að segja við þig, Sigurjón, ímyndar ef við værum ekki í ríkisstjórn, þá er þetta verra. Þú veist, þetta er ekki boðlegu málflutningur. Nei. Og svo berum við nú ekkert neina ofsatrú til þeirra sem ekki er í ríkisstjórn. Nei, ekki heldur. Þetta er svona þröng staða hjá okkur og vantrúin í stjórnmálanum mikil. Eins og kemur fram í þessu að Bjarni skuli vera óvinrasti stjórnmálamaður frá upphafi mælinga, ríkisstjórnin komið svona langt niður, en þá er þetta líka svolítið dómur yfir öllu hinu sko. Já, það er líka eitt sko eins og ég held að Svandi sé að lendi núna, eins og Bjarni hefur lendi í. Við höfum oft verið að dunda mér á ég eiginlega lengur en kannski þú, að vera alltaf að segja hann sé óvissall, að ég ætla að vera andmælis teflon
hann er ekki með teflon sko. Nei, þú veist, þau sjáu bara afstöðu almennings til hans, hann er ekki með neitt teflon. Eina tefloni sem Bjarni hefur þegar hann mætir inn í þinghúsið, þá mætir hann sko elitun í hinum flokkunum sem finnst hann svo reffilegur og hann er svo hávaxinn og tekur svo þétt í hendunar á honum og er fullur af sjálfstrausti og þau bara pissa í sig yfir honum sko. Og getur tala blaðlaust líka. Ég getur tala blaðlaust eins og það sé eitthvað. Nei, þú sér það bara, þú horfir á margir sem að geta það ekki í 2 mínútur. Ef þú getur ekki sagt skoðaðinnar blaðlaust, þá átti ekki að vera í pólitík sko. Nei. Men það er bara þannig sko. Þú ert bara að fara heim og yrkja ljóð eða eitthvað sko. En ég held að Svandís sé að lendi í svo sama, af því að auðvitað dást allir að henni og þú veist það var spönk í henni og hún var skemmtileg þegar hún var í borgarstjórn og svo þegar fóru upp á Skagan og reyfi eitthvað kjaftu, eitthvað kalla og eitthvað svona og eitthvað hvalveiðimál, en þú veist það mun ekki vera kosið hvalveiðimál sko. Það var ekkert kosið hvalinn. Og það var ekkert kosin, hún var ekkert kosin af því að hún fyrir taugarnar á Davíð Oddsson og hann er alltaf að skrifa einhverja staksteinu hana, þá er hún ekkert brjóstvörn einhverja hreyfingar sem er að berjast til fyrir bættum kjörum eitthvað sliðis. Hún er búin að vera ráðherra meira og minna síðan 2009 og hún er búin að vera sitt í 2 óvinsastu ríkisstjórnum sögunar. Hún er mælist aldrei með eitthvað svona alþýðu fylgi hérna úti. En af því að þessi stjórnmálelíta, hún ber svo mikla virðingu fyrir Bjarna og Svandísi og þá held ég að hún telji að þegar hún verður formaður að þá mun einhvern veginn vera einhver game changer en ég hef ekki bara sagt þér að það verður það ekki. Nei. Því að ég held að hún sé bara með nákvæmlega sömu stöðu og Bjarni hún er búin að missa almenningur er búin að missa allt traust á henni þótt henni finnst hún kannski svona skemmtilegri og þú veist hún er mörguleiti skemmtileg og aðdóna að vera manneskja sko. Og allt sem ég er að segja núna ég er ekki að segja að Bjarni sé ekki reffilegur, hann er reffilegur en það bara hjálpar hann ekki neitt í pólitík að þegar þú bara kemur alltaf með algjört erindinsleysi búin að aðsópsmikill maður sko, Bjarni þannig sko. Fínt hann getur verið bara skátahöfðingi hvar sem er en hann er bara búin í stjórnmálum og Svandís er búin í stjórnmálum. Það munar hann í leið og hann kemur einmitt svona en að sumuleyti býr salurinn náttúrulega til þetta þegar hann kemur inn á sko flokksþing eða hvað þetta heitir flokksráðsfundi í Sjálfstæðisflokksins að þá náttúrulega standa aldrei upp og klappa fyrir sínu kalli það var reyndar þegar hann var síðast út á Hilton þá heyrði maður það alveg að hann átti erfiðleikum með salinn í fyrsta skipti fólki var ekki, hann var mannst ekki að var reynar að fyndin og svona og var svona almannarómur og hann ekki tekist það. Hann hefur mistekst það mjög mikið. Já. En hann hefur ekki alveg sama svona stuðningin í sínum hópi. Þannig að en ég meina, en ég er ekki að tala um það heldur sko. Ég er að tala um það hvað stuðning þú hefur út í samfélaginu. Því að þú ætlar að vera stjórnmálamaður þá verður að geta búið til einhvern grundvöllum að ná fram einhverju breytingu og þú getur tala fyrir máliðinu, látið svona samfélagið upplifa það að ef við förum þangað að þá mun þetta gerast og það mun leiða til þessa. Þú verður að, þú veist, ég held að Bjarni er löngu búin að mista og ég held að Svandís hafi þetta ekkert. Ég held það líka. Ég held bara hún hefur verið það lengi eins og þú veist að segja og hún er aldrei mælst sko mjög hátt. Aldrei. Og akkur á það allt inn að verða svona, kannski eitthvað já, en ég held þetta sé afleikur hjá þeim einhvern veginn, ég bara, svo var líka myndin frá þessu fundið þeirra, þau stóðu saman sko, bæði í hvítum skyrtum með rauða bandu hálsinn, Stengur Jóð og Katrín, og svo gengur hún þangað til að svona, veist, þessi 3 formenn í þessari sko þessa flokks niður í kjallarann. Og þau er leiðan upp. Og svo þessi samtöð til að ályktunum að ríkisstjórnarsamstarfið sé að nálgast leiðalok en alltaf samt að halda þessu til vors. Þetta er bara, hefur verið að fara með ríkisstjórninni á líknadeild. Hún á enga framtíð. Þau ætla að vera með henni á líknadeild. Hvað til vors þýðir? Það er núna í október, það er nóvember, desember, janúar, febrúar, mars, apríl. Það er svona 6 mánuðir að lágmarki. Þetta verður hryllilegu tími. Greið fólkið. Í þessari líkbúku, í alvöru. Já, eins og til dæmis, eins og Bryndís sem var hérna okkur og hún verður að verja þetta og ég er ekkert efast hún myndi það sem hún sagði, en fólki er komið í þetta, þau komið í vörn fyrir auma stöðu flokkana. Og fólki sem er í þessum flokkum og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn er byrjað að finna fyrir því núna miklu meira en áður, að þegar þú kemur svona í fermingavisluna,
að þú veist, kannski ef þú varst í VG, kannski í ríkisstjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn, þá kom ykkur frændið inn og segir, hvað eru eitthvað svona, og það er leiðilegt bara, leiðilegt að styðja þennan flokk, sko, alveg sama komið og skammaður eitthvað fyrir sem að Katrín Jakobsdóttir gerði. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé að lenda í því miklu meira núna, svona bara venjulegt svona grasrótarfólk sem að gekk svona og taldi sig eiga heimina þegar var í Sjálfstæðisflokknum alltaf í vinningsliðinu. Það er ekkert í vinningsliðinu lengur. Samfylkingin er tvöfalt stærri, miðflokkurinn er orðinn sko þriðjungi stærri. Það er bara kortir í það að Viðreisn fari fram úr Sjálfstæðisflokknum. Hvað heldur þið gaman að vera stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins og ganga með eitthvað XD-merki núna? Þú eru bara fyrir aðkast út á bensinstöð og í kaffinu og í fermingavislunni. Fólk ber að vilja þetta ekki og hefur aldrei lent í þessu áður. Alltaf verið einhvern veginn, alltaf verið, það er bara, ég hef enga skoðun þess að kýsi Sjálfstæðisflokkinn, en núna eru bara allir hvað eru það að gera með hennan, drattast með hennan forsætisráðherra yfir okkur, get ekki hlíft okkur við þessu? Ég held nefnilega, sko, eftir sem lengra líður í þessu, að þá, sko, fellur líka á Þórdísi Kolbrúnu, hún er varaformaður flokksins. Ég held að segja að hún er engi sens að hún náist aftur. Það þarf að vera sko breyting ef að Sjálfstæðisflokkurinn velur hana sem arftaka Bjarna. Þá er það bara að halda áfram leið Bjarna nema þú hefur ekki Bjarna. Lyfta hann áfram á leiðinni niður. Og Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega karlaflokkur með fullur af sko kvenfyrirlitningu eins og gístundu fram í umræðinni eins og hjá Bolla og fleirum. Það kraumar undir. Þannig að það verður miklu erfara fyrir Þórdísi að halda sko siglingu heldur Bjarna. Af því að það verður engin Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki kosið konu sem formann. Nei, ekki enn. Ég held að það var kona eins og formaði Framsóknar og Samfylkingarinnar sko, oftar en einu sinni og VG oftar en einu sinni og Flokkur fólksins Já, Valgerður Sverrisdóttir var formaði einhvern tímabili. En Sjálfstæðisflokkurinn er bara ekki á þessari öld, segir Nei, ég veit ekki. Herðu, mér finnst þetta skemmtileg þáttur í dag. Takk fyrir hjálpina. Þetta var líf. Við þökkum gestum okkar kærlega fyrir að koma hingað og ykkur þökkum við mest sem að breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á eins og ég geri ofta að þið geti hjálpað okkur að byggja upp samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem ykkur líkaði, kannski einhverju samtali sem átti sér stað hér. Þá stækkar dreifikerfi okkar ef þið bendið á að það með finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útastendingar líka í spilarann á netinu, spilari.is, en það má líka hlaða spilaranum niður í símann sinn og hlusta á samstöðinu og allar íslensku útastöðar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð og verið komin í sjónvarpið, inn í stofu hjá þeim sem er svo heppin að skipta við símann, fjarskiptafyrirtækið. Þar er við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, ég veit það eiginlega ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti, sín Reyils, á Rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðunar. En samstöðun væri náttúrulega ekki til ef hluti áhorfenda og heyrenda hefði ekki gert áskrifundur og það er það sem við fáum meila aflið til þess að byggja upp samstöðuna og við viljum efla hana enn frekar og þannig ef þú ert sammála því að íslenskt samfélag sé betur sett með samstöðuna og jáfnvel væri enn betur sett með öflugri samstöð að þá hvet ég þig til þess að gerast áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástæður áskrift, það getur skráð þig, það ætti að vera svona skýrt, það kostar 2.500 krónur grunnáskrift og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér á heyrið er í boði áskrifenda. Þetta er búið í bili og skoðum bara góðra skemmtunar það sem eftir er af helginni og bendi á að ég verði hérna aftur annað kvöld klukkan 8 að þá verður Rauðaborðið. Takk fyrir í bili.